Fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar nr. 711 haldinn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar þann 20. janúar árið 2026 kl. 17 er hér settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Sverrir Bergmann Magnússon, Sigurrós Antonsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Helga María Finnbjörnsdóttir, Guðbergur Reynisson, Margrét Ólöf Sandes, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og í forsætishúsum hér stendur Guðný Birna Guðmundsdóttir. Einnig eru hér viðstödd Hrefna Gunnarsdóttir, ritari bæjarstjórnar. Á dagskrá bæjarstjórnar í dag eru 7 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 8. og 15. janúar, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. og 16. janúar, fundargerð menntaráðs frá 9. janúar, fundargerð velferðarráðs frá 15. janúar, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. janúar, breyting á skipan fulltrúa í stjórn Eignasjóðs og að lokum húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2026 fyrri umræða. Kæri bæjarfulltrúar, þá hefjum við hér bæjarstjórnarfundinn okkar í kvöld og byrjum á fundargerðum bæjarráðs frá 8. og 15. janúar og orðið er laust fundargerðirnar. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, ég ætla hér að venju að fara yfir nokkuð mál hér úr fundargerðum bæjarráðs sem hér eru til afgreiðslu. Ég ætla að byrja hér á fyrri fundinu sem er frá 8. janúar, en þar var fyrsta mál á dagskrá erindi sem að okkur barst sem sneri að því hvort við vildum fara í landskipti á óskiptu landi landeigandafélags Ytri Njarðvíkurhverfis með Vatnsnesi, en okkur fannst það ekki vera fýsilegu kostur og þess vegna höfnuðum við því. Í öðru máli tókum við fyrir erindisbréf sem heitir Samstarf hringrásariðngarð og það er erindisbréf fyrir samstarfsvettvang sveitarfélaga uppbyggingu hringrásariðngarðs á landsvæði Helguvíkur og Bergvíkur sem nær þá bæði við landsvæði Reykjanesbæjar og líka Suðurnesjabæjar. Markmiðið þar er að samræma uppbyggingu á þessu svæði og styðja við sjálfbæran iðnað og hringrásarhagkerfi og tryggja að ný fyrirtæki falli vel að heildarsýn svæðisins og samfélaginu sem þar er í kring. Og til þess er ákveðið að stofna ráðgefandi faghóp sem er þá skipaður fulltrúum sveitarfélagana, Reykjaneshafnar líka og Kategó sem fer með lóðir ríkisins sem eru Suðurnesjabæjarmegin á þessu landsvæði. Og þessum faghópi er falið að meta umsóknir lóðir sem þar koma, að máta fyrirtæki að markmiðum hringrásariðngarðs og að horfa til umhverfisáhrifa, nýsköpunar, atvinnusköpunar og samfélagslegs ábata. En þessi faghópur hefur þó ekki ákvörðunarvald, heldur veitir hann faglega umsögn og endanlegar ákvarðanir lóðir eru það áfram hjá sveitarfélögunum í samræmi við skipulagsvald okkar sveitarfélagana. Samstarfið er sett hér á laggirnar til 1 árs til reynslu með það markmið að skapa skýran farveg, gagnsæi og sameiginlega sýn fyrir eitt af mikilvægustu uppbyggingasvæðum okkar hér á Suðurnesjum. Og við, eða bæjarráð, fól Kjartanum og Kjartanssyni bæjarstjóra að undirrita þetta samkomulag fyrir okkar hönd. Í þriðja máli þá var bæjarstjóra falið á fyrri fundi bæjarráðs að afla rökstuðnings frá hagvangi og mannauðsstjóra sveitarfélagsins vegna ráðningar sviðsstjóra menningar og þjónustusviðs og var rökstuðningurinn lagður fyrir undir þessu máli og venjan er sú þegar að slíkur rökstuðningur er lagður fram að þá berast upplýsingar það af hverju sá sem ráðinn var í starfið er valinn, en ekki þá af hverju sá sem óskar eftir rökstuðningnum var ekki valinn í starfið. Í fjórða máli sem sneri að Þórustíg 3 sem er hús við hlið Njarðvíkurskóla, að þá barst beiðni frá Ungmennafélaginu Njarðvík að framlengja afnotasamningi hússins til 2030. En bæjarráð samþykkti að framlengja afnotasamningin út maí 2027 og fólu við stjórn Eignasjóðs að móta framtíðarsýn fyrir húsið samhliða þessu.
Þá ætla ég að vinda mér í seinni fundargerðina sem frá 15. janúar og þar var fyrsta mál á dagskrá bílastæðasjóður og þá mættu starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs á fundinn. Það var lögfræðingur Erla Bjarný og sviðsstjóri Guðlaugur og þau hafa verið í samtali við lögregluna á Suðurnesjum mögulegt samstarf sveitarfélagsins og lögreglunar vegna bifreiða sem að lagðar eru ólöglega hér í sveitarfélaginu. Það ekki nægilega skýrar heimildir til þess að sekta fyrir slík brot í dag en það mikil þörf. Og undir þessu máli kom fram að það verið að vinna að þessu samkomulagi sem fordæmi fyrir í öðrum sveitarfélögum og við tókum bara jákvætt í það og fólum þeim að vinna máli áfram og koma með draugasamningi inn í bæjarráð þegar þeirri vinnu lokið. Annað mál á dagskrá þessa fundar var akademíureiturinn en við erum búin að vera að vinna að því að þróa þennan reit og verkefni komið á þann stað núna að við þurfum að ákveða næstu skref og á fundinum var lagt fram minnisblað með tillögum starfshóp sem hefur verið að vinna að þessu undanfarið og verkefni mjög umfangsmikið eins og við vitum og mikilvægt þykir að skipta þessum stóra reit upp í svæði þar sem að hvert svæði þarf að geta staðið sjálfstætt en þó stutt uppbyggingu á heildasvæðinu. Starfshópurinn lagði til að skipta svæðinu upp í reiti og bjóða hvert reit út fyrir sig og lagði líka til að næstu skref yrði að afmarka svæðið og stofna lóðir, skrifa síðan skilmálalýsingu og aðra útboðsskilmála fyrir hvert reit og gera klárt fyrir útboð á reitnum. Að auki að undirbúa akademíuna til sölu og vinna því að breyta skipulagi, kynna verkefni fyrir fjárfestum, ákveða útboðsform og að síðustu að bjóða reitina út. Og bæjarráð samþykkti þessar tillögur og fól skipulagsfulltrúa og lögfræðingi á umhverfis- og framkvæmdasviði að vinna áfram í málinu og koma með það aftur á fund bæjarráðs 19. febrúar næstkomandi og vera þá með viðeigandi gögn tilbúin svo við getum farið að taka næstu skref. Það að mörg að huga í þessu verkefni og við heyrum mikla jákvæðni gagnvart verkefninu í heild sinni en það hafa eðlilega komið fram vangaveltur varðandi til dæmis umferð og umferðaröryggi og það mikilvægt finnst okkur að unni sér vel og með góða yfirsýn yfir þessi mikilvæga atriði í framhaldinu. Og við höfum líka rætt að hér að þá helst uppbygging íþróttamannvirkja afreksbraut í hendur við þessa framvinduna í þessu verkefni og því gott að tímalína verkefnisins að skýrast og þannig að tímalína uppbyggingar íþróttamannvirkja skýrist líka núna næstu vikum. Og ég veit að íþrótta- og tómstundafulltrúi upplýsti íþrótta- og tómstundaráð stöðuna í þessu verkefni á síðasta fundi þeirra undir upplýsingagjöf íþrótta- og tómstundafulltrúa því að það skiptir máli að tryggja mjög þétta áframhaldandi samvinnu við íþróttahreyfinguna svo við séum nú öll að róa hér í sömu átt. Þriðja mál á dagskrá þessa fundar var húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar og hún verður tekin hér til fyrri umræðu á eftir. Og fjórða mál var síðan hjúkrunarheimili, nýja hjúkrunarheimili okkar. Og ég ætla kannski að byrja á að óska okkur öllum bæjarbúum og Suðurnesja fólki öllu til hamingju með þetta stórglæsilega nýja hjúkrunarheimili. En til umræðu á fundinum var að nú fer að koma að uppgjöri vegna þessa verkefnis og þá lítur út fyrir að það sé eitthvað yfir kostnaðaráætlun. En samningurinn gerði ráð fyrir eins og lög mæltu á þeim tíma að ríki greiddi 85% af áætluðum byggingarkostnaði og sveitarfélagi 15%. Og áætluðu byggingarkostnaður nam í upphafi 2,4 milljörðum en var svo hækkaður í 2,5 milljarð mitt ár 2021 vegna dráttar sem varð á undirbúningi. En fljótlega var ákveðið að bæta einni hæð ofan á húsið og stækka þá hjúkrunarheimilið og fjölga rýmum úr 60 í 80 sem gerði það að verkum að fjárhagsáætlunin var hækkuð upp í 3,8 milljarða. Ákvæði samningsins voru samt þannig eins og hefur verið að sveitarfélagið taki á sig allan þann umfram kostnað sem á alla áhættu
ef til þess kæmi að verkefni yrði kostnaðarsamara heldur en áætlanir gera ráð fyrir. Og það var auðvitað mjög ósanngjarnt að okkar mati af því að þarna á þessum tíma var verðbólga mikil og óvissa hvernig þessi mál myndu þróast. En síðan þá hefur ýmislegt breyst og frá og með 1. júlí síðastliðnum 2025 þá ber ríkið allan kostnað af byggingu hjúkrunarheimila á Íslandi og Reykjanesbær á að fá það framlag sem greitt var til verkefnisins eftir 1. júlí endurgreitt að fullu. En samkvæmt upplýsingu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga á ríkið hins vegar eftir að semja við okkur endurgreiðslu þess kostnaðar sem Reykjanesbær lagði til verkefnisins fyrir þessa breytingar. Því við vitum að við lögðum þarna inn töluvert fjármagn og við höfum verið skýr inn í þetta samtal á milli sambandsins og ríkisins með þær væntingar sem við höfum að Reykjanesbær fái allt sitt framlag endurgreitt. Annars gæti niðurstaðan orðið sú að ríkið eignaðist þetta nýja og glæsilega hjúkrunarheimili að fullu án þess að hafa borið allan kostnað af framkvæmdinni og að framlag Reykjanesbæjar fyrir 1. júlí síðastliðinn falli niður án þess að bærinn eigi hlut í húsinu sem því nemur. Og það að okkar mati ekki ásættanlegt. Við munum því halda því til streitu að framlag íbúa Reykjanesbæjar sem hleypur á 100 milljónum króna verði endurgreitt að fullu. Þar sem ríki mun verða eini eigandi húsins. En það kannski ekki fleira heldur við tókum fyrir ýmsa fundargerðir og umsagnamál eins og venja en þetta var svona kannski það helsta. Kæra þakki fyrir þetta. Alexander Ragnarsson, kjössu. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 15.1. síðastliðnum, máli 1 bílastæðasjóður Reykjanesbæjar. Ég vil bara byrja á að taka það fram að hér ekki verið að gagnrýna að setja sig gjald á fyrir stöðubrot. Þvert á móti, alls ekki að gagnrýna að það sé gert. En þegar umræða bílastæðasjóð fór á stað var það skilningur okkar bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að ein af aðal ástæðum þess að við þyrftum að stofna bílastæðasjóð væri að stemma stigu við því að hér í Reykjanesbæ væri bílum lagt eða réttara sagt geymdir í lengri tíma á bílastæðum sem ekki eru hugsuð sem langtímastæði. Eins og ekki ætti að hafa farið fram hjá neinum þá hafa þau dæmi komið hér upp ótal sinnum að bifreiðar hafa verið skildar eftir á bílastæðum við verslanir, stofnanir og jafnvel í húsagötum án samráðs við nokkurn. Þetta hvimleitt og það hefur verið krafa hjá íbúum og fyrirtækja eigendum að reynt verði að koma með einhverjum hætti í veg fyrir þetta. Það töldum við að ætti að gerast með bílastæðasjóði. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa áður lýst yfir áhyggjum með stofnun bílastæðasjóðs væri hætta á að við myndum færast nær Reykjavíkurmódelinu. Það þar sem menn eru varla óhulltir fyrir utan heimili sín án þess að greiða sérstaklega fyrir að leggja farartækjum þar. Og sektir fyrir meint stöðubrot eru sendar út eins og jólakortforðum. Nú hér í minnisblaði verið að leggja til gjaldskrá fyrir bílastæðasjóð. Þar sem ekki verið að leggja til nein viðurlög við því að nýta almenn bílastæði sem langtímastæði. Því spyr ég hvort engin áform séu að almenn áform að finna lausn á þeim vanda að fyrirgefiði, það hérna eitthvað aðeins einhver smá ræma. Ég ætla bara að fá að byrja hérna aftur. Nú hér í minnisblaði verið að leggja til gjaldskrá fyrir bílastæðasjóð þar sem ekki verið að leggja til nein viðurlög við því að nýta almenn bílastæði sem langtímastæði. Því spyr ég hvort engin áform séu að finna lausn á þeim vanda eða þetta enn ein aðferðin til að þrengja að fjölskyldubílnum og færa okkur nær því að uppfylla að vera litla Reykjavík.
Orðið er laust. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti, kannski bara til þess að taka allan vafa af, þá kemur það fram í erindisbréfi sem að var nú reyndar ekki verið að vísa í hér held ég, en varðandi bílastæðasjóð, að það fyrsta sem þarf að gera áður en við förum að taka á eins og til dæmis það sem er verið að tala um hér, langtíma lagningu bifreiða. Við þurfum að skilgreina ákveðin gjaldsvæði og slíkt og það fer fram á vettvangi umhverfis- og framkvæmdasviðs. Þannig að það er eitthvað sem ég veit að þau eru búin að vera með undirbúningi og þeim var falið að vinna. Þetta sprettur upp úr samtali þar sem að lögreglan er líka óska eftir samstarfi við sveitarfélagið og þetta er út frá því sem að íbúar hafa verið að kalla eftir. Þannig að nei, þetta felur ekki í sér við sem að þrengja íbúum eða fjölskyldum eða einkabílum, heldur þetta er þar sem að eru stöðubrot, þar sem að lögreglan eins og ég allavega, þetta var kynnt fyrir okkur, þessi lögreglan hefur ekki heimildir til þess að sekta nema að standa viðkomandi ökumann hreinlega bara að verki. Þegar að lagt er fyrir innkeysluna hjá bæjarfulltrúa Alexander til dæmis, að þá getur hann hringt í lögregluna og láti vita að hann vilji losna við þann bíl af því að hann er sannarlega ólöglega lagður, að áður þurfti, ef ég skil það rétt, og ég veit ekki hvort bæjarfulltrúi Sigurðs getur staðfest það sem starfandi í lögreglunni, að þá þarf ökumaðurinn að hafa setið undir stýri til þess að það sé heimilt. Ef að bifreiðar eru fyrir brunahönum eða eitthvað slíkt. En það stendur sannarlega ekki til að fara að þrengja íbúum og einkabifreiðum. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Aðeins varðandi bílastæðasjóð, að þetta var einmitt skýringin og góð útskýring hjá formanni bæjarráðs, Halldóru Fríðu, en þegar við vorum að ræða þetta og fara yfir, þá nefndi bæjarfulltrúi Alexander að á körfuboltaleik, á nettómótinu, svo kallaða, að þá er gríðarlegur fjöldi sem er hér og þá hefur lögreglan verið að sekta bíla sem hafa verið lagt upp á gangstéttum eða einhvers staðar svoleiðis. Þannig að þetta er skrítin skýring sem við fengum. Þetta er ekki frá bæjarfulltrúa Halldóru, heldur þetta er skýring sem við fengum. Það er bara hárrétt hjá henni. Og en aftur, eins og bæjarfulltrúi Alexander nefndi, að þá sittum við okkur ekki á móti því að ef að verið er að leggja fyrir fram að brunahana eða við innkeyslur eða annað, ólöglega þannig að það sé bara hættulegt, að þá að sjálfsögðu þarf að vera heimilt. En það stangast á við það sem að umræðan hjá okkur var í gær. En ég kem upp undir lið 2 að mig minnir, í bæjarráði númer 1547, 15. janúar. Og jú, það er 2, það er akademíureiturinn. Og þetta er ansi spennandi verkefni, þetta er fallegt, það er nú skemmtilegt á Þorrabolti í Keflavíkur, þar sem var verið að gera grína teikningunni. Við höfum alveg brosað af henni, að það var verið að gera grína því að þetta væru leikskólabörn sem hefur teiknað, því að teikningin er sérstök en hún er áhugaverð og skemmtileg. Og það eru þarna hugmyndir sem að gætu jafnvel gert mannlífið fjölbreytt. Alveg frá því að þessi umræða var, að þá höfum við verið óþreytandi að tala um það sem að við höfum gríðarlegar áhyggjur af, að það er umferðarmálin og aftur umferðarmálin. Og það er ekki bara af því að það er að koma kosningar, ekki reyna að segja það. Heldur þetta bara raunverulegt vandamál, eða verður sérstaklega enn meira vandamál, miðað við þær upplýsingar sem við erum að fá og bæjarfulltrúi Halldóra Fríða nefndi áðan að við höfum áhyggjur af umferðarmálum. Og við vorum með bókun þar sem að við vorum
bara fyrir, held ég, á síðasta bæjarstjórnarfundi, frekar væntanlega ekki jólafundinum, þar var engin bókun, ekki sérstök bókun, heldur bara við vorum svo saman þá, að þá vorum við að tala umferðarmál og þá vorum við að lýsa áhyggju af Hólagötu, þar sem að átti að loka og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að í þeirri bókun vorum við með ansi mörg atriði, en af því akademíureiturinn er komin á ákveðna stöð og búið að auglýsa og svona, þá eru alveg ótrúlega fáir sem að átta sig á að í þeim tillögum eins og það eru kynntar fyrir okkur, bæjarfulltrúum, og búið að fara vel yfir og spyrja aftur og aftur, að þá er rosalega að vera að þrengja að bíl. Og það er verið að tala öryggi gangandi vegfarenda. Og ég get alveg fallist á það að við Sunnubraut á milli Reykjaneshallarinnar og Fimleikahússins að það er skrítin umferð þar og oft hættuleg, en við hefðum viljað auðvitað sjá lausn þar, en þessi tillaga, sko, við höfum bara áhyggjur af því að ef að það á að loka Sunnubrautinni þarna og þá að þrengja Krossmóa og þá að þrengja að Þjóðbraut og þá að taka bílastæði hluta af Landsbankanum og þá að setja samgöngumiðstöðina alfarið þarna bara við þetta svæði í Krossmóanum með þrengingu, að þetta er ekki eitthvað sem að við höldum bara hreinlega gangi upp. Þannig að við erum hérna með bókun sem að er í rauninni bara ítrekkun á það sem við höfum verið að segja. Bara þannig að það sé algjörlega á hreinu og skjalfest hér með hvað við erum að segja. Þannig að bókunin hljóðar svo með leyfi forseta. Sjálfstæðisflokkurinn og umbót vilja ítrekka áhyggjur sínar á áherslu meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og Beinna leiðar að draga úr umferð einkabíls. Í tillögum akademíureitin sem nú liggur fyrir og hefur verið kynnt eru eftirfarandi breytingar. Í fyrsta lagi, bílastæði fyrir framan Reykjaneshöll eru ekki lengur til staðar og sagt að þau verði við hliðina á höllinni. Ekki er hægt að sjá hvort það gangi upp og ekki verið útfært. Í öðru lagi, veghluti Sunnubrautar á milli Reykjaneshallar og Fimleikahúss lokar og verður tekin undir byggingar. Í þriðja lagi, áætlað er að þrengja veginn Krossmóa til að draga úr umferð þar. Í fjórða lagi, þrengja á Þjóðbraut milli Hafnargötu og Hringbrautar það stendur hérna með gróðri, já, með gróðri. Svona getur maður verið afsakið hlé að ég skrifaði hérna þrengja á Þjóðbraut milli Hafnargötu og Hringbrautar með gróðri og svo var ég með gróða. Ég var eitthvað með sjálfa miskila það sem ég skrifaði, en það á sem sagt að setja gróður þar. Þannig að ég er að spá ykkur þetta sé alveg ómöguleg setning, en þrengja á Þjóðbraut milli Hafnargötu og Hringbrautar með gróðri. Það er gott að lesa upp á þegar maður er með bókani kannski, ég þarf að æfa mig fyrir fram að spegil. Og í fimmta lagi, held áfram, frú forseti, hluti bílastæða sem nú eru við Landsbankann, Krossmóa, verða tekin í burtu. Með þessum áætlunum og án þess að tillaga er lausnir bílaumferð, teljum við að verið sé að bæta enn á þann samgönguvanda sem þegar er til staðar í sveitarfélaginu. Þrátt fyrir hugmyndir akademíureitin séu margt áhugaverðar og teljum við mikilvægt að áður en lengra er haldið liggi fyrir heildstæð og raunhæf umferðarlausn sem tekur mið af þeirri umfangsmiklu uppbyggingu sem fyrirhuguð er á svæðinu. Þar á meðal íbúða, verslunar og skrifstofuhúsnæði sem og samgöngumiðstöð. Að öðrum kosti teljum við hættu á að áformin geti auki á þann samgönguvanda sem þegar er til staðar í sveitarfélaginu. Og undir þetta rita Margrét Sandes, Guðbjörgur Reynisson og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki, og Margrét Þórarinsdóttir, umbót. Og ég mun senda þetta á ritara. Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, ég ætla aðeins að blanda mér í sjóðamálin. Það sem bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs Halldóra Fríða kom inn á áðan,
það er alveg rétt. Lögreglan getur ekki sektað nema svo að við stöndum viðkomandi að því að leggja ólöglega. Þannig að ég hef ekki séð það að lögreglan sé að sekta hér á svæðinu eins og bæjarfulltrúi Margrét Sanders kom inn á. Það hefur bara verið sendar þá miðar, svona aðvaranir á viðkomandi bíla. En til að þetta geti haldið áfram þetta mál, þá viljum við líka skapa góða umferðarmenningu og hvernig við ætlum að leggja einkabílunum okkar eða líka bara bílunum sem að vörubílum og þess áttar. Það langar mér að taka kannski bara smá dæmi, afsakið. Til dæmis hjá stórum skóla hér í Reykjanesbæ, sem þá Fjölbrautaskólinn, þá eru bílar út allt á Faxabrautinni og það er ekki hægt að labba með barnavagn þar á gangstéttum. Með því að vera bara í samstarfi við lögregluna og þá getum við svo sannarlega sektað fyrir svoleiðis háttsemi. Það er ekkert verið að þrengja að einkabílum. Við erum ekkert að þvinga alla til að fara út á hjóla eða út að labba. En ekki það sé náttúrulega bara mjög góð hreyfing. Þannig að já, ég tek alveg undir með Halldóru Fríðu. Þetta er bæjarfulltrúi Halldóru Fríðu. Þetta er þannig að það er ekki hægt að sekta nema við verðum akkurat uppvís að ökumaður sé akkurat undir stýri að leggja á móti umferð, móti akstursstefnu, upp á grasi, alls konar og bara í veg fyrir að fólk getur bara haldið áfram sínu göngu með barnavagna. Takk. Alexander Ragnarsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég þakka hér fyrir greinagóð svör, en bara að ítreka það að það er ekkert í þessu að við séum að gagnrýna það að það eigi að fara að sekta fyrir stöðubrot. Það er alls ekki þannig. Höfum bara þessar áhyggjur eins og hann lýst, hvernig þetta þróast, hvernig þetta muni verða, hvort við förum að setja einhverja gjaldskyldur og annað inn í íbúðahverfi og þess áttar. Og þess vegna erum við bara að kalla eftir að sjá hvernig getum við leyst þetta með þá bíla sem við vitum að eru hér í óþökk íbúa og annara, og var bara vonast eftir því að það yrði kannski í meiri forgangi og við sjáum það fyrr í ferlinu. En Halldóra Fríða kom hér með ákveðnar útskýringar og við vonum bara til að þetta vinnist hratt og vel og þetta verði leyst innan tíðar. Takk. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Og meðan þið hugsið máli, kæru bæjarfulltrúar, þá langar forseta kannski aðeins að hoppa inn í þessu umræðu sem er ágætt hér fyrirhugaðan bílasæðasjóð Reykjanesbæjar. Ástæðan fyrir því að farið var af stað með þetta verkefni er alveg klárlega það að við finnum fyrir því að við erum við hlið flugvallarins og hér eru geymdir bílar í lengri tíma. Og þegar að íbúar, meðal annars við fjölbýlishús, hafa hringt á lögregluna og beðið að fjarlægja bíl sem hefur staðið þar í 2-3 vikur, þá er ekki til lagaleg heimild til að fjarlægja bílinn. Þannig að þetta er það sem við búum við regluverkið okkar. Við höfum séð þetta líka og það hefur verið kvartað undan því við okkur varðandi heilbrigðisstofnunum okkar að fólk er að leggja í dýrmæt stæði, ekki það öll stæður er dýrmæt, en það er mikil umferð þar frá morgni til kvölds alla daga ársins, alveg sama hvaða dagur er, og þar eru bílar stundum geymdir í fleiri daga og það er óboðlegt. Þannig að langtíma óleyfisbifreiðar eru klárlega vandamálið. Við höfum frétt af því að fólk er að leggja bara í innkeyslur hjá fólki og fara
Þetta er í óþökk íbúa, þannig að eitthvað verðum að gera þar. Þetta er eina tillögunum, þetta mál er í vinnslu eins og þið heyrið hér. Þetta mál kemur Reykjavíkurborg bara ekkert við, svo þessi sagt. Né heldur ætlum við að fara í einhverja herfæra sekta fjölskyldur í íbúagötu sem leggja þar. Það er bara alls ekki og við höfum aldrei rætt það. Við þurfum að leysa það þegar fólk leggur í óleyfi til lengri tíma við okkar stofnanir, við okkar verslanir og sérstaklega til lengri tíma. Þannig að við þurfum að búa okkur til regluverk sem hentar þessu sveitarfélagi og okkar íbúum. Þannig að allt tala að við sem að fara að vera með herræði gegn einkabílum, bara ég hef aldrei heyrt þetta. En orðið er laust ef fleiri vilja taka þetta máls undir fundargerðum bæjarráðs. Svo er ekki, þá vill forseti hér lesa upp bókun vegna 3. máls frá fundi bæjarráðs þann 8. janúar síðastliðni, rökstuðningur vegna ráðningar sviðsstjóra menningar og þjónustusviðs. Bókun er hljóðað svo. Meirihluti bæjarstjórnar hafnar því að rökstuðningur vegna ráðningar sviðsstjóra menningar og þjónustusviðs hafi verið ófullnægjandi og áréttar að ráðningarferli var unnið af fagmennsku og í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. Meirihluti bæjarstjórnar telur rétt að brýna að rökstuðningur tekur ekki til umfjöllunar aðra umsækjendur þar sem upplýsingar hæfni, mat og persónulega hagi þeirra falli undir persónuvernd og vandaða stjórnsýsluhætti. Með þeim hætti gætt að trúnaði, mannorði umsækjenda og því að rökstuðningur sé málefnalegur og í samræmi við lög. Við ákvörðun ráðningu var byggt á fyrirfram skilgreindum og hlutlægum hæfniviðmiðum sem komi fram í auglýsingu starfið. Í rökstuðningi var gerð grein fyrir þeim sjónarmiðum sem lágu til grundvallar ákvörðuninni og hvernig sá umsækjandi sem ráðinn var uppfyllti hæfniskröfu starfsins best. Meirihluti bæjarstjórnar telur því að rökstuðningur hafi verið í samræmi við lög og málið hafi verið unnið af fagmennsku með gagnsæi og vandaða stjórnsýsluhætti að leiðarljósi. Undir þetta rita allir fulltrúar meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og liggur hér frammi. Hér hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs vinsamlegast gefið þess merki og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir, kæru bæjarfulltrúar. Þá tökum við fyrir annað mál á dagskrá fundarins, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. og 16. janúar og við hefjum yfirferð fundana á þeim málum sem við þurfum að samþykkja sérstaklega en öll þau mál komu fyrir á fundinum þann 16. janúar. Við hefjum yfirferðina og það er annað mál Helguvíkurhöfn, breyting á aðal- og deiliskipulagi en í þessu máli Reykjanesbær að leggja fram óverulega breytingu á aðalskipulagi samkvæmt annarri málsgrein 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Breytingi felur í sér að reitur E10 svokallaður verður felldur niður þar sem heimilt er að staðsetja tanka undir skipaolíu á hafnarsvæði H1. Auk þess er hliðra reit E8 undir Skorpdælustöð og lögun hennar breytt. Landnotkun er að öðru leyti óbreytt. Einnig er á sama tíma lögð fram breyting á deiliskipulagi í Helguvík er snýr að hafnarsvæðinu, viðlegukanti og lóð fyrir skipaolíutanka. Tilgangur skipulagsgerðarinnar er að skapa svigrúm fyrir framkvæmdir við Helguvíkurhöfn og reynt verður eftir fremsta megni að lágmarka umhverfisáhrif af framkvæmdunum. Hér er umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja óverulega breytingu á aðalskipulagi innan svæðis H1 en auk þess að samþykkja að breyting á deiliskipulagi Helguvíkur sé auglýst. Orðið er laust mál nr. 2. Þeir sem samþykkja þetta mál nr. 2 vinsamlegast gefið þess merki og hér fara allar hendur á loft. 3. mál Dalshverfi, annar áfangi breyting og deiliskipulagi á suðvestur hluta svæðisins er gert ráð fyrir 14 íbúðum í einnar hæða sérbýlum eða alls 10 einbýlishús og 2 parhúsalóðir. Markmiðið með breytingunni er að komast til móts við óskir sérbýli. Áður hafa slíkar tillögur verið auglýstar sem þéttingareitir á 2 grænum svæðum, norðan og sunnan eða suðvestan við Stapaskóla. Íbúafundur var haldið málin og mótmæltu íbúar að taka undir svo stórt og mikið grænt svæði fyrir þéttingareiti og hér er því lögð fram ný og breytt tillaga þar sem aðeins er verið að þétta reitin suðvestu við Stapaskóla á meðan einnig er haldið umhverfisleg gæði hverfisins með grænu og opnu miðlægu svæði. Í þessari tillögu að breyttu deiliskipulagi voru einnig setta fram hugmyndir aukna þjónustu og markvissari uppbyggingu og tekið skal fram hér að engar athugasemdir bárust.
Að mati umhverfis- og skipulagsráðs hér undantekningartilfella að ræða þar sem hluta grænu svæði tekið undir íbúabyggð og samþykkir senda erindi til Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Orðið laust mál númer 3. Hér hefur enginn hvatt sér hljóðs þessi samþykki þetta mál númer 3 með skefmerki. Það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú við höldum áfram 4. mál Hlíðahverfi 3. áfangi deiliskipulag. Í þessu máli eru arkitektar að leggja fram tillögu að deiliskipulagi fyrir 3. áfanga Hlíðahverfis fyrir hönd Miðlands EHF en að ræða alls 492 íbúðir í fjölbýlishúsum og sérbýli á 2 svæðum með grænum geira. Hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja senda erindi til Skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu en taka sérstaklega fram að það sé gert með þeim fyrirvara að áður en byggingar og framkvæmdaleyfi séu gefin út skal liggja fyrir könnun á menguðum jarðvegi ásamt viðbragðs- og aðgerðaráætlun. Könnun slíkt verði sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Orðið laust mál númer 4. Guðbjörg Reynisson. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Ég kem hérna upp undir mál númer 4 í umhverfis- og skipulagsráði þann 18. desember, fyrirgefið, 16. janúar. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 18. desember var ákveðið að fresta þessu sama erindi vegna umsóknar tillögu að deiliskipulagi og að landeigendur láti óháðan aðila framkvæma rannsókn á mögulegum menguðum jarðvegi og að unnin verði viðbragðsáætlun. Eins og ég segi, þessu var frestað í desember og ég þess viss að þetta svæði kallast hjá okkur heimamönnum Nikkelsvæðið. Ég þess viss að þetta svæði mengað og ég tel að ekki sé vitulegt að hefja íbúabyggð fyrir en við erum viss hvers konar mengun og það þá komin þessi aðgerðaráætlun. Það voru allir á fundinum í desember sammála að fresta þessu og svo þetta mál tekið aftur upp á fundi Usk núna 16. janúar og meirihlutinn samþykkir deiliskipulagið en það liggi miklir hagsmunir undir vegna leikskólans Aspalautar. Og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa upp bókun sem við settum þarna ég og Gunnar tók undir það. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 18. desember 2025 ákvað ráðið að fresta þessu máli og fá aðgerðaráætlun hvernig á að taka á málefnum mengaðs úrgangs vestan við Hlíðahverfi 3. Í dag ætla meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og Beinnar leiðar að samþykkja deiliskipulagstillögu Miðlands EHF vegna þrýstings frá þeim vegna leikskólabyggingar sem þeir afhentu Reykjanesbæ. Miðland reyndar frá því þeir afhentu Reykjanesbæ búnir að fá auka byggingaland á kostnað íþróttahreyfingarinnar í Reykjanesbæ og því óska ég hér með eftir að fá yfirliti við þessi viðskipti Reykjanesbæjar og Miðlands EHF. Varðandi deiliskipulagstillöguna hef ég ákveðið að sitja hjá þangað til Miðland og eða Kategó hafa sýnt okkur aðgerðaráætlun vegna hreinsunar umrædds lands. Þessi krafa sem Miðland setur svo fram að landi verði hreinsað innan 6 mánaða galin og bara vegna þeirrar kröfu ætti umhverfis- og skipulagsráð að vísa í fyrri afgreiðslu og bíða eftir aðgerðaráætlun landeigenda. Þetta bókun sem ég setti fram 18. desember, 18. desember og 16. janúar, ég alveg í ruglinni. 16. janúar, þú klippir þetta til og og Gunnar Rúnarsson tók undir í umbót. Ég vil því bóka núna og hefst nú sá lestur með leyfi forseta. Við ítrekum bókun Guðbjörns Reynissonar Sjálfstæðisflokki og Gunnars Rúnarssonar umbót frá Usk fundi þann 18. des. Þarna kemur ruglið
ég vil laga þetta. Og sem sagt 16. janúar og óskum einnig eftir að fá að sjá sundurliðað yfirlit yfir viðskipti Reykjanesbæjar og Miðlands vegna leikskólans Aspalautar. Undir þetta rita Guðbergur Reynisson, Margrét Sanders og Alexander Ragnarsson, Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir, umbót. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti. Ég tel skylt að koma hér og svara aðeins hérna og ætla að fá að fara aðeins ofan í þessa bókun sem af því að hún var lögð fram á fundinum og í fundargerð, þá hef ég hana fyrir fram að mig sem oft mikilvægt þegar svona bókanir að ræða. En með leyfi forseti ætla ég að fá að fara aðeins inn í bókunina. Herðu, ok. Hér stendur að koma fram í máli bæjarfulltrúa Guðbergs þar sem hann les upp úr bókun umbótar og Sjálfstæðisflokksins. Í dag ætla meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar að samþykkja deili skipulagstillögu Miðlands EHF vegna þrýstings. Og ég ætla að stoppa hér aðeins af því að ég skil þetta ekki alveg. Það hefur nefnilega bara samkvæmt þeim upplýsingu sem við höfum og þeim samningum sem þeir liggja bara fyrir undir fundagögnu þar sem þeir hafa verið teknir til afgreiðslu, að það hefur bara alltaf legið fyrir í gerðum samningi, undirritum, samþykktum á milli sveitarfélagsins og BIG að leikskólinn afhentur þegar deiliskipulag hefur verið samþykkt. Þetta bara í samningi. Og við getum ekki ætlast til þess, ekki viljum við að hvorugur aðili gangi gegn því samkomulagi sem í gangi. Þannig að bara þarna finnst mér eðlilegt að við stoppum af því að það engin þrýstingur, þetta bara hluti af samningi. Ok, og ég ætla að fá að halda hérna aðeins áfram með leyfi forseta. Miðland reyndar frá því þeir afhentu Reykjanesbæ búnir að fá auka byggingaland á kostnað íþróttahreyfingarinnar og stoppa hér aftur af því ég skil þetta ekki heldur. Sko við lögðum á það mikla áherslu þó að ég hef nú ekki verið þegar við erum að taka þessa upprunalegu samninga við BIG þegar þeir hefja sína uppbyggingu þarna að þá var lögð mikil áhersla á það að við værum með svæði fyrir nauðsynlega innviði. Við erum að tala ekki bara íþróttamannvirki, heldur líka menntastofnanir, leik og grunnskóla. Þannig að þeir í raun og veru gáfu eftir land og þetta alveg vitað í umhverfis- og skipulagsráði. Þannig að bara á teikningu og ég hvet bæjarfulltrúa Guðberg að fá myndina sem ég veit að sviðsstjóri hefur undir höndum þar sem sést hvaða land af því að það BIG á landið. Við eigum það ekki sjálf og þeir eiga ákveðið land þarna sem teygir sig yfir á það svæði sem við erum að fara að byggja á. Þannig að þetta bara akkurat öfugt. Þannig að við erum búin að vera að vinna að undirbúningi til að byggja upp íþróttamannvirki og höfum þar líka mátað inn í lóð fyrir skóla sem bara svona, ef við tökum bara stærðin á honum, þá það svipað eins og við áætlum að Stapaskóli verði fullbyggður sem bæði grunnskóli og leikskóli og ég held meira að segja að íþróttahúsi í Stapaskóli sé inn í þeirri teikningu. Þannig að með fullbúnu keppnis íþróttahúsi þó að sé ekki búið að taka neina ákvörðun hvernig skóla og byggja á þessari lóð. En þessi fullyrðing bara hreinlega röng. Ok, en ég ætla að fá að halda aðeins áfram með leyfi forseta. Þessi krafa sem Miðland setur fram að landi verði hreinsað innan 6 mánaða galið og bara vegna þeirra kröfu ætti umhverfis- og skipulagsráð að vísa í fyrri afgreiðslu og bíða eftir aðgerðaáætlun landeigenda. Lestri lokið. Þannig að ég veit ekki betur en að á fyrri fundum hafi ÖSK tekið undir allar bókanir heilbrigðiseftirlitsins það að það yrði að fara í jarðvegsrannsóknir áður en framkvæmdir hefjast, áður en nokkuð fer af stað. Og það
eins og ég skil bókunina undir málinu í heild sinni, það ekki verið að falla frá því. Og þau segja að það í góðu lagi að samþykkja skipulagið og það skýrt að það verður ekki gefið út framkvæmdaleyfi fyrir en rannsóknir hafa farið fram. Þannig að það stendur alveg mjög skýrt og það kemur líka fram í sömu bókun þar sem að það verið að vísa í að landi verið hreinsað innan 6 mánaða. Það kemur fram í bréfi og undir málinu að bara bókunin endar á því að bréf BYGG dagsett 14. janúar 2026 ekki tekið til greina. Þannig að þetta að landi verið hreinsað innan 6 mánaða, það bara ekki, við þurfum ekki einu sinni að ræða um það því að bréfið bara ekki tekið til greina einu sinni. Þannig að ég skil ekki alveg hvert verið að fara með þessa bókun af því að ef við erum búin að gera það fyrir þetta, við erum sannarlega ekki að gefa frá okkur eitthvað byggingaland, við erum ekki með eitthvað þrýsting, við erum bara að fylgja samningu sem við erum búin að gera og við verðum að standa við það sem við segjum. Og síðan bréfið bara ekki tekið einu sinni til greina, þannig að það ekkert í mínum huga til þess að fjallum varðandi það. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það skal ítrekað að bókun Guðbergs Reynissonar og Gunnars Rúnarssonar á umhverfis- og skipulagssviði komu fram og eftir það bókað eins og meirihlutinn sem að í sjálfu sér betri heldur en upphaflega áætlun að mati þeirra sem voru í umhverfis- og skipulagsráði voru. Þannig að bara það að þessi bókun að á að fresta þessu og ekki klára málið og annað, það bara fínt, en það ákveðin uggur í mönnum. En það sem segjum bara allt sér rétt sem að bæjarfulltrúi Halldór og Fríða að segja, varðandi þetta mál. Þá það bara frábært. En það hljóta allir bæjarbúar og sérstaklega allir bæjarfulltrúar að vilja fá bara nákvæmlega hvernig þessi viðskipti? Hvernig voru þessi viðskipti? Það margbúið að kalla eftir því, svo bara gáðustu það ákveðið uppgjöf í okkur, það verða kosningar og einhvað, þannig að menn í rauninni létu það slæta eins og maður sagt og svo verið að dásama á einhverju fundi að leikskólan hafi verið gefin og byggður og eitthvað svoleiðis, það bara verið að sjá. Óskum eftir að sjá sundurliða yfirlit yfir viðskipti Reykjanesbæjar og Miðlands vegna leikskólans Aspalhautar. Og það voru fjölgun á byggingarreitum, það var stækkun á ákveðnu svæði og breytingar á ákveðnu svæði, voru tekni göngustígar og fleira. Það bara fínt að fá þetta upp á borðið. Og allir glaðir. Þannig að vonandi verður bara þessu svarað. Það bara þannig. Og sérstaklega ef það einhver ágreiningur með þetta og það ekki búið að klára afsalið við leikskólan, þá skulum við bara sjá hvernig fjárhagslega, og við hljótum þá að standa saman bærin, hvernig fjárhagslega kemur þetta út fyrir bæinn. Á hann bara að kaupa og bakka með þetta allt saman, því að þetta kannski bara meiri peningur fyrir minni. Þannig að ég held að það sé bara fínt að fá þetta yfirlit, hvort sem við vorum í bæjarstjórninni ekki þegar þetta var. Guðbergur Reynisson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúi Halldór og Fríða. Bæjarfulltrúi Margrét Sanders fór svolítið yfir það sem ég ætlaði að svara, en svo þessi alveg á hreinu að bókun okkar Gunnars komu þetta á undan bókun meirihlutans. Þannig að það kannski eðlilegt að þau hafi þá ákveðið að taka þessa kröfu BYGG út af borðinu. Það sem ég að benda á að þetta landsvæði að ég held mengað. Það eru tankar þarna grafnir niður, rétt fyrir ofan við Nikkelsvæðið. Þetta landsvæði mengað. Við höfðum tak á því að láta hreinsa þetta.
og þessu máli var frestað þangað til við fengjum áætlun hvernig það yrði hreinsað. Ég skil ekki hvað lá svona svakalega á því að taka þá málið aftur tilbaka og samþykkja deiliskipulag. Og þá sagt, það er ekki búið að samþykkja neitt, þetta er bara deiliskipulag. Við vorum samningsbundin, af hverju lá svona svakalega á því að koma þessu deiliskipulagi og þessum samningi í gegn þegar að við erum með landsvæði sem er mengað. Við erum að fara að byggja einbýlishús og fjölbýlishús og guð má vita hvað á þessu landi og þarna er að fara að vera íbúar. Erum við ekki að hugsa íbúana? Við þurfum bara að setja íbúana fyrst og ég vil það. Með því að fresta þessu máli, bíða með deiliskipulagið, þá vorum við með taka á þessu máli. Við erum ekki með það lengur. Af því að svo næst verður, hleypum þessi gegn af því þeir ætla ég veit ekki hvað framhaldið verður á þessu. En ég kalla það samt þrýsting að það sé verið að segja að það verði að klára deiliskipulagið út af samningi. Auka byggingarland á kostnað íþróttahreyfingar. Ég veit ekki hvort að þú, bæjarfulltrúi Halldóra Fríða, hefur ekki fylgst með bæjarstjórnarfundum, en við höfum verið að samþykkja hér að BYGG fékk aukið byggingarland inn á landsvæði íþróttahreyfingarinnar MFN og þar var talað að byggja skóla á fótboltavelli MFN. Ég var að reyna að finna þetta í tölvunni, ég finn það ekki, ég þarf bara að finna þetta og við förum yfir þetta seinna. En það er alveg klárt að þeir fengu auka land þarna niður og þá í austur. Ég auðvitað að biðja að fá mynd af þessu svæði, mynd af því hvernig þessi viðskipti fóru fram. Ef það kemur fram þar að ég hefur rangt fyrir mér, þá er ég alveg maður við það. Ég hefði viljað sem fyrst fá bara að sjá hvernig þessi viðskipti með þennan leikskóla voru og hverju var lofað, hvað ætlaði Miðland að gera, hvernig ætluðu þeir að skila þessum leikskóla og hvað þeir fengu svo af landi í staðinn fyrir, minnir að það hefur orðað þannig að það væru í staðinn fyrir göngustíga og opin svæði á þessu landsins þar sem í Hlíðahverfi 3. Þannig að við þurfum þetta hlýtur að vera bara hægt að sýna þetta. Og ég hvet okkur bara til þess að passa upp á íbúana af því að við veitum ekkert hvaða mengun er á þessu svæði. Ég ætla að standa við þessa bókun og bíð bara spenntur eftir svari. Takk. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, já. Ég er bara með skýrt svar hérna frá sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs. Skipulag hefur ekki breyst en byggingamagnið hefur aukist. Það var það sem var gert. Við vorum ekki að gefa eftir land. Við samþykktum að auka byggingamagn en ekki, skipulagið hefur ekki breyst. Og eins þetta því að hér er talað hvort við erum ekki með hag íbúa og heilsu þeirra að leiðarljósi, þá vil ég bara ítreka það sem ég sagði hérna áðan, að samþykkt deiliskipulags felur ekki í sér framkvæmda heimild. Það stendur skýrt í fundargerð að framkvæmdaleyfi verður ekki veitt fyrr en fullnægjandi rannsóknir og aðgerðaáætlun hreinsun jarðvegs liggur fyrir. Forseti gerir hér örstutt fundarhlé. Kærar þakkir.
Verið hjartanlega velkomin aftur á fund bæjarstjórnar. Ég byrju aftur eftir hlé og orði hefur beðið Helga María Finnbogadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðu gestir. Með leyfi forseta vil ég lesa eftir farandi bókun. Meirihluti bæjarstjórnar hafnar því alfarið að verið sé að láta undan þrýstingi byggingaraðila. Við auglýsingu bar athugasemd frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja mögulega mengaðan jarðveg vestan svæðisins. Meirihlutinn samþykkti að senda málið áfram til Skipulagsstofnunar með skýrum fyrirvara að engin byggingar eða framkvæmdarleyfi verði veitt fyrir liggur könnun á jarðvegi og viðbragðs- og aðgerðaráætlun ef þess gerist þörf. Þar að auki kemur skýrt fram í afgreiðslu málsins að ef til þess kemur að hreinsa þurfi landið þá sé það sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Fullyrðingar minnihlutans að verið sé að leika sér að heilsu fólks og stefna henni í hættu vegna þrýstings eru ekki studdar neinum rökum. Undir þetta rita allir fulltrúar meirihlutans. Kærar þakkir fyrir þetta. Orðið laust. Guðbergur Einarsson kemur hér í þriðja skipti. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vildi nú bara svara varðandi á kostnað íþróttahreyfingarinnar sem að ég var sagður vera á góður íslensku að bulla með. Hér ég með umhverfis- og skipulagsráðs fundagerð 340. fundar sem var haldinn 9.7.2024. Þar þriðja mál aðalskipulagsbreyting, IB28 og S45 við Hlíðarhverfi. Lögð fram óveruleg breyting á aðalskipulagi sem felst í að íbúðasvæði IB28 stækkar til austurs en Íþ 2 sem íþróttasvæðið og S45 dregst saman sem því nemur. Breytingin hefur ekki áhrif á starfsemi innan Íþ 2 sagt hérna og þarna satt ég hjá og svo kemur í 4. deiliskipulag Hlíðarhverfi 3. Reykjanesbær óskar heimilda til að vinna tillögu að breytingu deiliskipulags fyrir íþróttasvæðið sem að þau sögðu reyndar að myndi ekki breytast en ég satt þarna hjá líka og meðfylgjandi þessu mynd þar sem tillagað óverulegri breytingu og þar, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta en hérna kemur bara fram IB28 S45 og Íþ 2, það minnkar sem þá íþróttasvæðið og IB28 stækkar. Ég vildi bara að þetta kemur fram. Forseti sér hér ekki aðrar hendur á lofti varðandi 4. mál en bara þannig að það sé alveg kýrskýrt í þá sem að horfa og í bæjarfulltrúa hér inn í þessum sal að hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja senda erindi til Skipulagsstofnunar til endanlegra afgreiðslu en taka sérstaklega fram að það sé gert með þeim fyrirvara að áður en nokkrar byggingar eða framkvæmdaleyfi séu gefin út skal liggja fyrir könnun á menguðum jarðvegi ásamt viðbragðs- og aðgerðaáætlun. Þetta mjög skýrt í bókun umhverfis- og skipulagsráðs. Þannig að það fara vissulega engar framkvæmdir í gang fyrir könnun á menguðum jarðvegi liggur fyrir þannig að það verða næstu skref í þessu máli en hér verið að kanna með að samþykkja senda erindi til Skipulagsstofnunar. Þannig að forseti ber hér þá ákvörðun upp fyrir fundinn. Þeir sem samþykkt geta mál nr. 4 vissulega gefa merki og þeir sem sitja hjá, þeir sem eru á móti. Þið sitja hjá. Já, það er staðfest hér.
Þá höldum við áfram sértækum mál umhverfis- og skipulagsráðs og við erum komin að máli númer 9, Dalshverfi, 3. áfangi, Álfadalur, breyting á deiliskipulagi. Í þessu máli tillaga að breyting á deiliskipulagi lögð fram, lóðir munu stækka lítillega og byggingareitir hliðrast, akfært verður að öllum húsum með bílastæðum og lóð og akfær stígur liggur lóðir. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð breyting á deiliskipulagi sem talið að varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og umsækjanda. Breytingi verður auk þess sveitarfélaginu að kostnaðarlausu. Orðið laust mál númer 9. Þessi samþykkt geta mál númer 9 vinsalast gefið þess merki. Hér fara allar hendur á loft. 10. mál, lághitaholur við Vogshólu og Njarðvíkurheiði. Hér að ræða breytingu á aðalskipulagi og skipulagslýsing og vinnslutillaga VFSO ráðgjafar lagð fram. Breytingi felst í nýju iðnaðarsvæði við Vogshól og Njarðvíkurheiði fyrir lághita borhólu, en umrædd breyting tilkomin vegna eldsumbrota við Reykjanesi. Rannsóknir á svæðinu hafa leitt í ljós að ekki sé nægjanlegur jarðhiti við Vogshóli á Njarðvíkurheiði til nýtingar og því lagt til að málsferli við breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi sé hætt. Hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja að hætt sé við breytingu á aðalskipulagi og nýju deiliskipulagi en að leit verið haldið áfram á öðrum mögulegum lághitaholum þar sem breytingu á aðalskipulagi verið hluti af heildarendurskoðun þess. Orðið laust mál númer 10. Þessi samþykkt geta mál númer 10 vinsalast gefið merki. Og hér eru allir samþykkir. Nú við höldum ótrauð áfram 11. mál Keflavíkurborgir breytingu á aðalskipulagi. Í núverandi gildandi aðalskipulagi heimild fyrir alltaf 100 íbúðum á svæði IB35 sem svæði sem telur rúmlega 5,5 hektara. Svokallaðar Keflavíkurborgir samanstanda svæðunum OP6, OP7 og IB35 sem samanlagt 90 hektara svæði. Í vinnslu nú breyting á aðalskipulagi sem tekur til IB35 og OP6 en lagt til að málsferli sé hætt og málinu vísa til heildarendurskoðunar á aðalskipulagi og jafnframt að svæði OP7 verði hluti af endurskoðuninni. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð að málsferli við breytingu á aðalskipulagi og nýju deiliskipulagi sé hætt en að breytingu á aðalskipulagi verði hluti af heildarendurskoðun aðalskipulags. Hvað sagði forseti oft skipulag? Nei, greið. Hér mál númer 11 opið til umræðu, kæru bæjarfulltrúar. Hér hefur engin hvað sér hljóðst þessi samþykkt geta mál númer 11 vinsalast gefið þess merki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú við erum komin að máli 13 Hólagata 20 LED-skilti bensínstöð. Hér Atlandsolía að sækja heimild að breyta skilti á lóð bensínstöða sinna við Hólagötu 20 í 11 fermetra LED-skilti. Búið að grandakynna málið og hér umhverfis- og skipulagsráð að samþykkja umrædda breytingu til 1 árs til reynslu. Orðið laust mál númer 13. Þeir sem samþykkt geta mál númer 13 vinsalast gefið merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú 14. mál Selvík 9 breytt lóðamörk. Hér óskað eftir heimild til breyting á deiliskipulagi á þann hátt að lóð Selvíkur 9 sé minnkuð en minnkunni verið saminuð í lóð Selvíkur 5 sem stækki á móti. Umhverfis- og skipulagsráð samþykki breytinguna sem talar að varði ekki hagsmuni annar en sveitarfélagsins og umsækjanda og jafnframt að breytingin verði sveitarfélaginu kostnaðarlausu. Orðið laust mál númer 14. Þessi samþykki geta mál númer 14. Hér fara allar hendur á loft. 15. mál Grófin og Bergi deiliskipulagsbreyting. Hér lagt fram tillögu að breyttu deiliskipulagi þar sem heildastór lóða B og C svokallaða haldast óbreytt en stærðirnar breytast á innbyrðis. Bílakjallari verður undir reit B, hæðum húsa verður breytt að hluta og byggingarhlutar sameinaðir. Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð erindið en orðið laust mál númer 15. Þessi samþykkt geta mál 15 vinsalast gefið merki. Og það samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú 16. mál Klappastígur 5. Hér óskað eftir því að fasteignin við Klappastíg 5 verði skipt upp í 2 sjálfstæðar eignir og fái jafnframt úthlutað 2 fastanúmerum. Verið að biðja formlega skráning í 2 eignir en engin breyting hefur verið gerð á fasteigninni. Orðið laust mál númer 16. Þessi samþykkt geta máli vinsalast gefið merki. Og hér fara næstum allar hendur á loft, kærar þakkir. Nú 17. mál Hafnargötu 27 fyrirspurn. Hér óskað eftir að byggja geymslu og lóð Hafnargötu nr. 27 á spildu sem ekki hefur verið byggt á.
Hér samþykkir umhverfis- og skipulagsráð erindið en leggur áherslu á byggingin samræmist lit og yfirbragð nærumhverfis. Orðið er laust. Þessi samþykkt geta máli hér svo vel að gefa mér merki og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú, síðasta sértæka máli kæru bæjarfulltrúar 18. málin í Arvíkurbraut 26. Á umræddri lóð eru nú 3 bílastæðin og óska eftir heimild að fjölga þeim í 4. Auk þess er óska eftir samræmingu í Helluvali sem umhverfis- og skipulagsráð samþykkti. Orðið er laust. Þessi samþykkt geta máli við skefmerki. Og hér fær forseti allar hendur á loft. Nú fundagerðir umhverfis- og skipulagsráðs eru hér opnað til umræða að öðru leyti. Margrét Þórarinsdóttir. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég kem hér undir fundagerð umhverfis- og skipulagsráð frá 16. janúar, lið 3, Dalshverfi annar áfangi, breyting á deiluskipulagi. Umboð telur rétt að bregðast sérstaklega við mótbókum meirihluta umhverfis- og skipulagsráð vegna breytingar á deiluskipi Dalshverfis annars áfanga. Umboð hafnar þeirri fullyrðingu sem setti fram í mótbókuninni að hér sé réttlætanlegt eða tímabært undartekningar tilvika ræða vegna aukinar eftirspurnar eftir einbýlis- og parhúsalóðum í kjölfar jarðhræringa í Grindavík. Jarðhræringar og eldgos þar urðu fyrir 3 árum og því stenst ekki að vísa nú löngu síðar til þeirra sem rökstuðnings fyrir að ganga á græn svæði og opin svæði. Hefði raunverulegu vilji staðið til að bregðast við þeirri stöðu með markvissum hætti með úthlutun einbýlis- og parhúsalóða hefði slíkt átt að gerast strax í upphafi. Þá hefði jafnframt verið eðlilegt að slíkar lóðir hefði fyrst og fremst verið úthlutaðar íbúum Grindavíkur. Sú leið var ekki farin og því ekki hægt að nota þessa ástæður nú í dag sem rök. Umboð lagði til á þeim tíma Umboð lagði þá til þessa leið á sínum tíma en sú leið náði ekki fram að ganga. Í framhaldinu var farin önnur leið sem felur í sér skerðingu grænna og opinna svæða sem umboð getur ekki tekið undir. Umboð telur jafnframt ekki fullnægjandi rök að engar athugasemdir hafi borist við auglýst deiluskipulag. Skortur á athugasemdum jafngildir ekki samþykki fyrir skerðingu grænna og opinna svæða. Né leysir það skipulagsyfirvöld undan ábyrgð sinni á að fylgja eftir eigin yfirlýstum markmiðum vernd slíkara svæða. Græn svæði í skipulagi Reykjanesbæjar eru ekki tilfellandi né sett inn sem varasjóður sem ganga megi á þegar þrýstingur skapast á uppbyggingu. Það eru meðvitaðir hlutir af heildarsýn búsetugæði, lýðheilsu og sjálfbæra þróun. Með þessari ákvörðun er að veikja þá grundvallar hugmynd skipulags að tryggja jafnvægi milli byggðar og opinna svæða sem umboð telur ranga og í ósamræmi við markmið skipulags. Við munum því ekki samþykkja þennan lið í fundagerðinni og ég óska þetta verði bókað. Orðið er laust. Helga María Finnbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Já, ég vil bara aðeins koma nokkrum sjónarmiðum á framfæri varðandi þetta og líka aðdragandanum. Þarna höfðum við áður auglýst deiliskipulagsbreytingu á svæðinu norðan Stapaskóla og sunnanans sem nú er opið svæði. Við héldum íbúafund á sínum tíma til þess að fara yfir tillöguna og eiga samtal við íbúana þarna á svæðinu og þar komið fram ýmis sjónarmið ásamt því að athugasemdir bárust formlega við skipulagstillögunni. Við tókum tillit til þessara athugasemda, tókum út áður auglýst svæði sem var norðan Stapaskóla og minnkuðum umfangið sunnan hans. Þá auglýstum við nýtt skipulag og við fengum engin andmæli við því skipulagi. Við erum því aðlaga skipulagi núna og græna svæðið í takt við fyrir athugasemdir
og það er mín persónulega skoðun að við erum að auka gæði opna svæðisins þarna með þessu skipulagi, til dæmis með því að þarna verður skjólsella svæði. Niðurstaðan var sú að við sendum máli til Skipulagsstofnunar. Þar að auki er líka gott að brýna það sem að kemur fram í bókun meirihlutans, að breytingin er undantekning í ljósi aðstæðna í Grindavík og aukinar eftirspurnar eftir sérbýli í ljósi þessara aðstæðna. Kæra þakki fyrir þetta. Forseti vill kannski aðeins koma inn á þetta þriðja mál sem var tekið hér fyrir áðan sem sérstakt mál. Þannig að ef forseti heyrði rétt í bæjarfulltrúa Margréti Þórarins áðan, þá situr hún hjá í þessu máli og dregur tilbaka samþykkið frá því áðan, þannig að það sé skráð mál númer 3. Að því sögðu varðandi þetta mál, eins og bæjarfulltrúi Helga María kom hér inn á áðan, þá var hugsunin á sínu tíma að þétta 2 græn svæði, þarna suðvestan og norðan við Stapaskóla. En þarna er verið að taka minna svæðið, suðvestan við skólan, en hitt heldur sér sem er mun stærra, og til að setja það í samhengi þá er græna svæði norðan megin við Stapaskóla þar sem verður ekki þéttbyggingasvæði. Þetta er 4 hektarar að stærð, til að setja í ennþá betra samhengi, þá getum við komið 2 fótboltavöllum í fulli stærð fyrir á því svæði, þannig að það er gríðastórt. Jú, við erum að þétta reitið þarna, en það heldur sér samt ákveðin gönguleið þarna í gegn. Við erum einnig að auka þjónustu, en við höldum alveg norðansvæðinu opnu eins og það er, og það er gríðastórt, þannig að það er bara spurning hvað við förum að gera við það í hag íbúa. En það er alveg rétt sem að Helga María bæjarfulltrúi kom inn á, að það komu ekki athugasemdir við tillöguna þegar hún var auglýst í síðara skipti, sem sagt bara suðvestur hornið, þannig að það stemmir við fundargerðina. En að lokum, kæru bæjarfulltrúar, Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég tel rétt að bregðast við þeim rökum sem bæjarfulltrúi Helga María kom fram með. Það er rétt að deiliskipulagi var auglýst, íbúafundur var haldinn og athugasemdir bárust. Það eitt og sér breytir þó ekki þeirri staðreynd að ábyrgð á vernd grænna og opinna svæða hvílir áfram á skipulagsyfirvöldum, óháð því hvernig kynningarferli gengur. Að tekið hafi verið tillit til einstaka athugasemda jafngildir ekki sjálfkrafa samþykki fyrir því að ganga á græn svæði, né heldur að slík skerðing sé réttalætanleg til lengri tíma. Þá er vísað til þess að breytingin auki gæði svæðisins og sé undantekning. Umboð deilir ekki þeirri niðurstöðu. Þegar farið er að skilgreina skerðingu á grænum svæðum sem undantekningu, þá getur skapast mjög hættulegt fordæmi. Sérstaklega þegar slíkar undantekningar eru ekki studdar af brýnum og tímabundum aðstæðum. Græn svæði er ekki sett inn í skipulag sem varasjóður, eins og ég kom fram hér í fyrir bókun minni, heldur sem meðvitaður hluti af heildarsýn búsetuúrræði, lýðheilsu og sjálfbærni. Og það er meginforsenda í bókun okkar umbótar. Og hún byggir á þessu. Ég óska að þetta verði bókað. Já, kæra þakki fyrir þetta. Fleiri sem óska eftir að taka til máls hér í blálokin fundargerðar umhverfis- og skipulagsráðs, Helga María Finnbogadóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir gestir, mér langaði bara aðeins að koma upp undir 7. máli sem er Suðurbrautarreiturinn og gera aðeins grein fyrir því hvers vegna við ákveðum að fresta þessu máli. En ég held að mér sé óhætt að fullyrða að við í umhverfis- og skipulagsráði erum spennt fyrir aukinni uppbyggingu á Ásbrú og þeim deiliskipulagstillögum sem hafa komið til afgreiðslu hjá okkur varðandi Ásbrú.
En þessi reitur, þarna er að ræða umfangsmikla deiliskipulagstillögu sem gerir ráð fyrir alltaf 300 íbúðum og þegar vinnslutillagan kom til okkar og samtal sem fór fram við aðilann þarna, þá höfum við ítrekað bent á það að það sé mikilvægt að vera með fjölbreyttan húsakost á þessu svæði. Og aftur kom erindi til okkar þannig að það var mjög hátt hlutfall 1 til 2 herbergja íbúða þarna í þessari tillögu sem var ástæðan fyrir því að við ákváðum að fresta. Við teljum bara mjög brýnt að við mætum þörfum ólíkra hópa og fjölskyldustærða og höfum fjölbreytta stærð af íbúðum á svæðinu á Ásbrú. Þannig að sjáum hvað setur, en við erum alveg ákveðið með þetta að við viljum hafa líka stærri íbúðir í góðu framboði, eða gott framboð á stórum íbúðum á þessu svæði. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. og 16. janúar vinsamlegast gefið merki. Og hér fara allar hendur á loft. Kærar þakkir, kæru bæjarfulltrúar. Nú höldum við frábæra bæjarstjórnarfundinum okkar hér áfram og við erum komin að 3. mál á dagskrá, fundargerð menntaráðs frá 9. janúar. Orðið er laust fundargerðina og hér er Sverrir Bergmann Magnússon. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég kem hér upp til fundargerð menntaráðs frá 9. janúar síðastliðnum til þess að fara yfir nokkur mál. Og fyrsta mál er erindi ungmennaráðs til menntaráðs en fulltrúar ungmennaráðs mættu á fundinn og fóru yfir þau mál sem tengdust menntasviði frá síðasta fundi ungmennaráðs og bæjarstjórnar. Mikið af þeim málum sem þau báru upp á fundi sínum með bæjarstjórn þann 18. nóvember síðastliðnum hefur verið í brennidepli síðustu misseri og ber þar helst að nefna snjallsímanotkun í grunnskólum, notkun og aldurstakmörkun samfélagsmiðla, vanlíðan ungmenna og fræðsla til foreldra. Ljóst er að áskoranir eru miklar og mikilvægt að við hlustum á ungmennin okkar og bregðumst við. Nú mál 2, ávísun á farsæld, en verkefnastjóri farsældar barna á Suðurnesjum kynnti verkefnið ávísun á farsæld. Verkefnið sameinar krafta skólakerfis, frístunda, heilbrigðisþjónustu barna og fjölskyldna, en markmið er að fjölga úrræðum á fyrsta stigi og efla enn frekar heildrænan stuðning við börn og fjölskyldur á Suðurnesjum. Verkefnið verður hýst innan fjörheima sem munu samhæfa samstarf og tryggja gott aðgengi barna og fjölskyldna að þjónustunni. 3. mál, greiðslufyrirkomulag vegna nemenda í leit að alþjóðlegri vernd. Reykjanesbær og Vinnumálastofnun gerðu með sér samning námsúrræði í Háleitiskóla fyrir að minnstakosti 25 börn umsækjendum alþjóðlega vernd fyrir haustun 2025. Í kjölfar fækkunar á fjölskyldum með börn á grunnskólaaldri telur Vinnumálastofnun sig ekki ná þeim fjölda til að viðhalda samningnum. Vinnumálastofnun tilkynnti skrifstofu menntasviðs að samningnum yrði ekki framlengt en að Vinnumálastofnun greiði Reykjanesbæ með hverju barni samkvæmt gjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Að auki greiði Vinnumálastofnun 30 kennslustundir fyrir sérstaka íslensku kennslu á mánuði fyrir hvern nemenda. Þarfnist nemandi sérstakra aðstoðar eða aukin stuðning skal samið sérstaklega viðbúta greiðslur. Svo ætla ég að fara hérna að lokum yfir mál 4, það er leikskólinn Gimli, en farið var yfir húsnæði Gimli og hvernig mætti bæta það. En vegna smæðar lóðarinnar sem að leikskólinn stendur á er engin fýsilegur möguleiki á stækkun á núverandi stað og því er verið að horfa til annara staðsetningar í sama hverfi til þess að anna eftirspurn eftir leikskólaplássi. En hverfið í kringum leikskólann hefur verið að yngjast og börnum að fjölga og því þarf að bregðast við. Nú skoðaðar voru 2 staðsetningar og að menntaráð sammála að þeim lítist betra á staðsetninguna á reit OP2 við íbúðasvæði IB6 en aðkoma að skólanum yrði þá Hjallaveg og Afreksbraut. Kærar þakkir fyrir þetta. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, mig langar að koma hér sérstaklega upp af því við höfum talað það þegar við höfum fengið ungmennaráð á fundi með bæjarstjórn að við höfum verið að hvetja þau til þess að setja mál á dagskrá í samvinnu við
formenn þeirra nefnda og ráða sem þau sitja í. Og mér finnst þessi fundargerð bera merki þess og mér langar bara að fagna því að hér er mál á dagskrá, fyrsta mál, erindi ungmennaráðs og og bara alveg brýnt að taka þetta til umfjöllunar og þau mál sem að bæjarfulltrúi og formaður menntaráðs Sverrir Bergmann fór yfir rétt áðan. Og kannski bara því að eitt af þeim áhersluatriðum sem að þau setja fram er mikilvægi lesskilnings. Og við höfum nú ekki sennilega mista því hvað er mikið verið að tala núna menntamál og og læsi og lesskilningur kemur þar undir. Að það sem þau taka hér sérstaklega fram, ungmennin okkar, er að þau vilji gefa kennurum fleiri leiðir til að meta raunverulegan lesskilning nemenda og að það séu þróuð ítarleg lesskilningspróf þar sem eru umræður texta og spurningar sem krefjast dýpri hugsunar. Og þá finnst mér líka mikilvægt að það komist líka til ungmennan okkar að í mörg ár hefur, nú heitir stofnunin Miðstöð menntunar og skólaþjónustu, unnið að því að setja fram slík matstæki. Og af því að það hefur bara lengi verið kallað eftir því að kennarar hafi góð matstæki til þess að meta til dæmis lesskilning. Og núna bara 17. febrúar næstkomandi þá koma sérfræðingar frá Miðstöð menntunar og skólaþjónustu hingað til okkar í Hljómahöll til að fara yfir inntak samræmdra stöðu og framvindu prófa matsferils sem að miðstöðin heldur utanum og eru sérstaklega þar að fara yfir þessi próf sem eru komin í lesskilningi og stærðfræði. Þannig að sérfræðingarnir munu fara þarna yfir fyrirlögn á þessum matstækjum og síðan á notkun niðurstaða þeirra í kennslu. Og þetta er hluti af endurmenntun grunnskóla og þarna verða okkar skólastjórnendur, kennarar sem koma að íslensku og stærðfræðikennslu frá 3. bekk og upp úr, tæknifólk úr skólunum okkar og kennarar í stoðþjónustu og kennsluráðgjafar hér á skrifstofu menntasviðs. Þannig að það er mjög ánægjulegt að bara alveg eins og við vitum að unga fólki okkar er svo sannarlega með puttan á púlsinum að þetta er bara gerast núna samhliða því að þau eru sérstaklega óska eftir þessu sem er bara mjög brýnt. Varðandi mál 4 og afgreiðslu menntaráðs varðandi leikskólan Gimli og framtíð hans að þá er ég mjög ánægð með það að menntaráð bókar að unni verði áfram að þessari tillögu að þessum hugmyndum í samræmi við samþykkta verkferla. Af því að það er það sem við höfum verið að leggja áherslu á að þetta fari inn í verkferla sem við erum með hér í gæðakerfin okkar og ég bara fagna því að við fáum niðurstöðu úr því áður en að málið er unnið eitthvað áfram. Orðið er laust fundargerð menntaráðs. Nú forseti vill kannski aðeins skjóta sér inn hér og taka undir bara gleðilega fundargerð og vil sérstaklega koma inn á mál númer 1 erindi ungmennaráðs til menntaráðs. Það verður að segjast eins og að ungmennin okkar hér í Reykjanesbæ eru stórkostleg. Við hittum þau 2 ári skipulega og þau eru að koma með svona frábæra vinnu inn til okkar og núna inn í ráðin eins og bæjarfulltrúi Halldór Fríða var að koma inn á og við erum búin að hvetja þau til að gera. En þau eru að fylgja eftir sínum málum með bæjarstjórn og þau eru að ýta og það sést að þeirra vinna er að heyrast því að við erum virkilega að hlusta. Það er mikilvægt að við fylgjum þeirra málum eftir og setjum í farveg og þetta var fín bókun hjá menntaráði í þessu máli. Forseti vill bara fagna þessum frábæru vinnubröðum ungmenna og þeirra starfsmann sem fylgja þeim þétt eftir. Þetta er svona að hafa þetta, svona fáum við vitneskju og getum brugðist við hlutunum. Þannig að kæra þakkir fyrir þessi vinnubrögð. Það er frábært að heyra að læsi sérfræðingar Íslands þegar koma það í Hljómahöll. Það er æðislegt og bara gott að verið er að bregðast við athugasemdum í menntakerfinu og bara gerum þetta vel saman og
nýtum alla hjálp sem við fáum. En það er alveg magnað að ungmennin er að benda á þetta sjálf líka. Þannig að það er stórkostlegt. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar. Hér fara engar hendur á loft. Þessi samþykki geta fundargerð menntaráðs vinsamlega skjamerki. Og þér eru allir samþykkir, kærar þakkir. Nú þá erum við hér komin að 4. máli fundargerð velferðarráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Hér er Sigurrós Antonsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti. Já, ég kem hér undir fundargerð velferðarráðs sem haldið var á Nesvöllum þann 15. janúar síðastliðinn. Mál 1, reglur notendasamninga. Þarna kom Ólafur Garðar verkefnastjóri í málefnum fatlaðra á fundinn og fór yfir helstu breytingar sem lagt var til að gerða verði á reglum Reykjanesbæjar beingreiðslusamninga. Í reglunum er kveðið á útfærslu á þjónustu sem sveitarfélögum er skylt að veita. Samanber 28. grein laga félagsþjónustu sveitarfélaga og 10. grein laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Markmið beingreiðslusamningana er að auka val einstaklinga á formi og fyrirkomulagi aðstoðar að undangengnu faglegu mati. Stuðningsþörf umsækjanda er metin á grundvelli reglna Reykjanesbæjar og umsækjandi stýrir fyrirkomulagi stuðnings og hvenær tíma dags hann fer fram í samræmi við mat á stuðningsþörf. Hér samþykkir velferðarráð reglunar með fyrirvara að 10. málsgrein í 8. grein verði felld niður og þar er einmitt verið að vísa til að velferðarsvið Reykjanesbæjar sé heimilt að líta til þess hvort umsækjandi eða foreldrar eða forsjáraðilar fatlaðs barns sé á vanskilaskrá við afgreiðslu umsóknar og einmitt þessi grein verður þó tekin út. En við framkvæmd þessara reglna skal framfylgja þeim alþjóðlegum skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist og þá sérstaklega samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Svo ætla ég að fara í mál númer 2, það er reglur ferðaþjónustu utan sveitarfélagsins. Þar einmitt kom Ólafur líka og undir þessum lið og kynnti stöðuna á vinnu við breytingar á reglum ferðaþjónustu utan sveitarfélagsins. Þessar reglur eiga eftir að koma aftur til okkar og þegar búið er að greina betur á því hvað þjónusta er í boði hér á svæðinu og allt er þetta til að minnka ferðatíman hjá notendunum. Svo er það 3. mál, þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd og áhrif uppsagnarsamningsins. Hilma Hólmfríður, teymisstjóri virkni og ráðgjafateymisins, gerði grein fyrir málinu og gerði grein fyrir áhrif uppsagnarinnar er einmitt gríðarleg fyrir velferðarsvið og var þá samningnum sagt upp með 3 mánaða fyrirvara á síðasta ári. Það má til nefna sérstaklega íbúðir sem Reykjanesbær var að leigja fyrir umsækjendur. Þær voru 17 og þar var uppsagnarfrestur til dæmis fyrir þær íbúðir 6 mánuðir. Þarna verðum við af nokkrum milljónum vegna uppsagnarinnar samningsins og eins og undan hefur gengið þá reynist erfitt að semja við ríkið það uppgjör. Þann 15. des var uppgjörið sent á Vinnumálastofnun og svar barst 2 dögum seinna að þau eru ekki skuldbundin til að greiða þennan mismuninn. En áfram höldum við að herja á ríkið til að koma móts við okkur vegna uppsagnarinnar. Og vil ég lesa upp bókun velferðarráðs til að ítreka beiðni okkar á þessum málaflokki með leyfi forseta. Velferðarráð lýsir miklum vonbrigðum með synjun Vinnumálastofnunar á endurgreiðslu kröfu vegna uppgjörs í tengslu við uppsögn þjónustusamnings þjónustu við alþjóðlega vernd. Að mati ráðsins er synjunin ekki í samræmi við þá ábyrgð og þær skuldbindingar sem leiddu af uppsögn samningsins.
né þann kostnað sem sveitarfélagið varð fyrir vegna leigu, viðgerða, flutningskostnaðar, launauppgjörs og ráðið telur brýnt að máli verði tekið til endurskoðunar og óskað hefur verið eftir sundurliðuðu svari við kröfu Reykjanesbæjar. Eftir að þetta mál var tekið fyrir var gert fundarhlé. En það var vegna opnunar hjúkrunarheimilisins Hrafnistu á Nesvöllum. En fulltrúar velferðarráðs ásamt starfsfólki voru stödd við opnunina og vilja óska íbúum á Suðurnesjum til hamingju með þetta fallega heimili. Opnun nýs hjúkrunarheimilisins á Nesvöllum styrkir verulega getu okkur til að mæta þörfum eldri borgara á Suðurnesjum með gæðum og öryggi og hlýju í fyrirrúmi. Síðan ætla ég að hoppa yfir fjórða mál af því var frestað. Það kemur fyrir á næsta fundi. Fimmta mál, það er mælaborð velferðarsviðs. Hera Ósk Einarsdóttir, sviðsstjóri velferðarráðs, fór yfir uppgjör ársins 2025 og velferðarsvið aðeins yfir eða 4%. En þar má líka einnig nefna að við eigum eftir að fá uppgjör frá ríkinu vegna fjárhagsaðstoðar ca. 35 milljónir. Það var það sjötta mál, tölulegar upplýsingar vegna fjárhagsaðstoðar. Í desember 2025 voru lagðar fram og því ber að fagna að það var fækkunum 28 einstaklinga milli ára. Fleira var það ekki. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúi Sigurrós. Það alveg ljóst, kæru bæjarfulltrúar, að okkur misboðið vegna viðbragða Vinnumálastofnunar í máli 3, þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd, áhrif uppsagnar samnings. Það svo sem ekkert nýtt hér í þessum sal að við erum ósátt við ýmis vinnubrögð þessu tengt, en vildu við setja fram bókun meirihlutinn gagnvart máli 3 og mun forseti lesa upp eftirfarandi bókun meirihlutans. Meirihluti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar tekur undir vonbrigði velferðarráðs gagnvart vinnubrögðum Vinnumálastofnunar. Reykjanesbæjar hefur í 21 ár sinnt þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, lengi vel aðeins 1 af 3 sveitarfélögum á Íslandi. Nýlega sleit Vinnumálastofnun samningum við Reykjanesbæ með 3 mánaða fyrirvara og ætlar hér eftir að sjá málaflokk umsækjenda sjálf. Eftir stendur uppgjör verkefnisins, húsalega, viðgerðir og þrif eftir uppsögn á íbúðunum ásamt uppgjöri fyrir laun starfsfólks. Þetta sanngirniskrafa þar sem ráðningarsamningar og leigusamningar eru með lengri uppsagnarfrest en 3 mánuði. Að ræða í heildina tæpa 23 milljónir sem Vinnumálastofnun ætlast til að Reykjanesbær greiði sem eftirstöðvar á þjónustu í 21 ár með 3 mánaða uppsagnarfrest. Þessi vinnubrögð eru til skammar. Bæjarfulltrúar meirihluta Reykjanesbæjar munu fara fram á að fá fund með Vinnumálastofnun vegna málsins. Framkoma ríkisstofnunar gagnvart áratugalangri þjónustu Reykjanesbæjar er með ólíkindum og hreinlega móðgandi. Bókun lýkur. Orðið er laust fundargerð velferðarráðs. Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, já, ég verð aðeins að bregðast þessari bókun. Mér finnst alveg mjög merkilegt að við erum alltaf að tala að við stöndum betur saman, þar að segja að þegar við erum saminuð með bókanir og annað. Og núna veit ég ekki betur en að við höfum komið oftar en einu sinni hér upp í pontu og gagnrýnt ríkið og sérstaklega hvað varðar þessar samningar sem hafa verið gerðir hér á þessu kjörtímabili. Nú kemur meirihlutinn með sérbókun og afskar eftir samtali, það allt gott og vel. Í ljósi þess finnst mér bara fáránlegt og ég verð að viðurkenna það að þið skilduð ekki hafa boðið okkur í minnihlutanum að vera með. En það bara svo oft þannig, þeir bjóða okkur að vera með þegar þeim hentar, þeir upplýsa okkur hvað að gerast þegar þeim hentar, en þegar þeim hentar það ekki, þá gera þeir það ekki. Þannig að við ætlum að vera með bókun og Margrét Sanders mun flytja hana. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta, bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir.
Hér var lesin upp bókun meirihlutans sem að ykkur er að sjálfsögðu heimilt að taka þátt í, sé þess óskað. En ég tel að sé best að við gerum hér örstutt fundarhlé á fundinum og ráðum bókum okkur saman varðandi bókanir undir máli 3 í velferðarráði. Örstutt fundarhlé, já. Kærar þakkir.
Komið hjartanlega sæl aftur. Hér hafa bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar talað saman og ætla að senda frá sér sameiginlega bókun sem hljómar svo. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar tekur undir vonbrigði velferðarráðs gagnvart vinnubrögðum Vinnumálastofnunar. Reykjanesbæjar hefur í 21 ár sinnt þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, lengi vel aðeins 1 af 3 sveitarfélögum á Íslandi. Nýlega sleit Vinnumálastofnun samningum við Reykjanesbæ með 3 mánaða fyrirvara og ætlar hér eftir að sjá málaflokk umsækjenda sjálf. Eftir stendur uppgjör verkefnisins, húsalega, viðgerðir og þrif eftir uppsögn á íbúðunum ásamt uppgjöri launa starfsfólks. Þetta er sanngirniskrafa þar sem ráðningarsamningar og leigusamningar eru með lengri uppsagnarfrest en 3 mánuði. Er að ræða í heildina tæpar 23 milljónir sem Vinnumálastofnun ætlast til að Reykjanesbær greiði sem eftirstöðvar að þjónustu í 21 ár með 3 mánaða uppsagnarfrest. Þessi vinnubrögð eru til háborinnar skammar. Bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar munu fara fram á fund með Vinnumálastofnun vegna málsins. Framkoma þessara ríkisstofnunar gagnvart áratuga langri þjónustu Reykjanesbæjar er með ólíkindum, er óásættanleg og hreinlega móðgandi. Bókun lýkur. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar, fundargerð velferðarráðs. Hér hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Þessi samþykkt geta fundargerðina vinsamlega skeiðmerki. Og hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að 5. dagskrármálinu okkar hér í kvöld, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Orðið er laust, Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla að reyna að, ég er svolítið rám. Mér langar að koma inn á 3 liði í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Það er mál 1 sem er staða félagsmiðstöðvar Reykjanesbæ og framtíðarsýn. En Ólafur Bergur Ólafsson, verkefnastjóri tómstundamiðstöðvar Reykjanesbæjar, fór yfir framtíðarsýn og stöðu félagsmiðstöðva í bæjarfélaginu. En helstu verkefni tómstundamiðstöðvarnar eru félagsmiðstöðvarnar, vinnuskólinn, ungmennaráð, barnvænt sveitarfélag, ýmsir viðburðir, listasmiðjar Reykjanesbæjar og nýsköpunarverkefni eins og til dæmis Hlýjan ráðgjafaþjónusta fyrir ungmenni 13 til 18 ára. Hvers vegna er þörf á að vera með félagsmiðstöðvar? Jú, það eru forvarnastarf, styrkleikanálgun, öryggisstaður og skemmtun fyrir ungmenni. Hvað gerist í félagsmiðstöðum? Það eru meðal annars opin hús, skipulagt starf, stuðningur, tengsl við skóla og fagleg viðvera. Á árunum 2004 til 2023 var 1 félagsmiðstöð í bæjarfélaginu. Árið 2024 voru þar 2 þegar að brúin í Háleitiskóla opnaði og í fyrra 2025 þá bættist við 4 Akur og 4 Stapi og eru þær í dag 4 sem er mjög ánægjulegt og hefur aðsókn í þessar félagsmiðstöðvar sýnt hversu þarfar þær eru fyrir ungmennin okkar. Ólafur Bergur hann kynnti einnig framtíðarsýn varðandi félagsmiðstöðvar sem við þurfum að gera í skrefum og í samtölum hefur komið fram að Myllubakkaskóli og Njarðvíkurskóli væru næstu bestu kostir fyrir næstu félagsmiðstöðvar. Við erum með ofsalega flott fagfólk í vinnu sem þekki þennan hóp og þarfir hans, hvað er best að gera og það er mikilvægt fyrir okkur í pólitíkinni að hlusta vel og fara í næstu skref í samvinnu með þau. Og ég er svo innilega sammála loka orðunum í glæranum hjá Ólafi þar sem hann segir að félagsmiðstöðvarstarf sé ekki kostnaður, heldur fjárfesting í velferð ungmenna þar sem þau eru framtíðin. Svo langar maður að koma inn á lið 3 sem er íþróttafólk ársins í Reykjanesbæ. Og mér langar að minna á að í kvöld klukkan 8 í Stafbæ Hljómahöll fer fram hátíðleg athöfn þar sem íþróttafólk Reykjanesbæjar verður heiðrað sem og heims- og Evrópumeistarar ársins. Þetta er flottur viðburður hjá Íþróttabandalagi Reykjanesbæjar. Ég veit að þetta stangast á við stóran handboltaleik í kvöld, Ísland-Ungverjaland, en ég hvet fólk til þess að fjölmenna á þennan viðburð. Svo er það seinasti liðurinn í fundargerðinni sem er upplýsingagjöf íþrótta- og tómstundafulltrúa. Og í þeim lið er ánægjulegt að segja frá að fulltrúar Reykjanesbæjar hafa í samvinnu við knattspyrnudeildirnar sent KSÍ framkvæmda áætlun sveitarfélagsins þar sem unnið er markvisst að því að það verði hægt að spila leiki í bestu deildinni þegar hún fer af stað í vor og meirihlutin af þeim framkvæmdum var nú þegar í fjárfestingar áætlun ársins. Takk fyrir. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar. Forseti, ég ætla að fá að byrja á því að biðja sérna þess afsökunar og hafa ekki ávarpa bæjarfulltrúa rétt hér í máli 1. Bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu. Ég nefndi ekki bæjarfulltrúi, hann ætla að biðjast afsökunar á því. Ég kem hér undir fundagerð Íþrótta- og tómstundaráðs frá 15. janúar síðastliðnum. Ég ætla ekki að endurtaka það sem bæjarfulltrúi Díana Hilmarsdóttir fór vel yfir hér ýmist mál, en ég ætla kannski að koma hérna inn á og málins í lið 4 og 5, þar sem eru samstarfssamningar sem er vel og er vel gert og held góðir samningar og munu hjálpa þessum félögum að halda áfram því góða starfi sem þau eru með. Sjálfsögðu ætla ég að minna hér á viðburðin klukkan 8 og vonast nú til þess að ná í stapa áður en hann byrjar. En ég ætla að fara aðeins hérna í lið 6, upplýsingagjöf íþrótta- og tómstundafulltrúa. Það er rétt að það eru áformum að koma hér íþróttamannvirkjum í það á þann stað að hægt sé að keppa hér leiki í efstu deild í knattspyrnu í sumar. En það sem svona kannski aðeins vekur upp spurningar þegar að þetta er skoðað, að það er ofboðsleg viðhaldsþörf. Við erum mjög mikið að horfa í og við erum að óska eftir nýjum mannvirkjum og byggja meira. En við megum ekki gleyma að hugsa vel það sem við eigum nú þegar og hafa það í því standi að við náum að nýta það sem allra best. Nú er hér á að fara að hleypa á hita á knattspyrnuvöll Keflavíkur, en það er nú einhver lenska hér í Reykjanesbæ að það er 14 ára afgreiðslufrestur á heitu vatni í þessum íþróttamannvirki, samanber hérna svo kallaða búningaaðstöðu og vallarhús við knattspyrnuvöllin í Njarðvík, og er þetta ekki verið að beina þessu neitt sérstaklega til ykkar bæjarfulltrúa sem hér sita. Þetta er gamalt mál en eitthvað sem við öll þurfum að taka til okkar og reyna að breyta. Svo eru það framtíðar áformin, af því að við erum náttúrulega alltaf að horfa í og við vitum að íþróttaaðstaða er ekki allstaðar eins og við myndum vilja og við myndum kjósa að hún væri. En ég var að fletta í ganni í gömlum fundagerðum og ég fann í fundagerð frá 2018 bókun þar sem Íþrótta- og tómstundaráð er að hvetja til þess að farið sé í heildarskoðun á þessum málum. Og nú er held ég 2026. Og ég held að við þurfum, og þetta er bara brýning til þeirra sem verða hér í næstu bæjarstjórn og til okkar sem eru hér og okkar sem hugsanlega verðum áfram. Við þurfum að snúa þessu við. Af því við vitum nú af þessum viðburði í Stapa núna klukkan 8, af því ég held að við séum að setja heimsmet í frestun. 14 ára koma á heitu vatni, við erum ennþá að vinna með þessi framtíðaráform og hér stendur nú að bæjarstjórn ætli að verði kynnt, ákvörðun bæjarstjórnar verði kynnt innan 8 til 10 vikna. Það er komin flottu tími fyrir flugeldasýningar þá, það er nálgast kosningar. En þetta bara tekur alltaf langan tíma. Og ef að við breytum þess ekki, þá gruna mig að á viðburði IRB á næsta ári, þá verði platti fyrir heimsmeistara í að seinka. Og það verði bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem fái þann platta sem heimsmeistari í að
dvelja lengi við hluti og við erum lengi að afgreiða þessi hluti sem íþróttafélögin eru. Við þurfum bara að gefa þeim skýr svör. Ætlum við að gera þetta eða ekki? Þetta þarf ekki að taka svona langan tíma. Takk fyrir. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti, já, við erum búin að ræða ýmsu uppbyggingu hér í mjög langan tíma. Bara það fyrsta, því að hér var verið að tala upphitun á gervigrasvellinum og það hefur væntanlega komið fram í umræðum á fundi Íþrótta- og tómstundaráðs og allavega hefur það verið í vinnu við það að kanna hvaða úrbætur við þurfum að fara í til þess að geta spila hér í bestu deildinni þegar hún hefst von bráðar. Og í þeim efnum þá var ákveðið að kanna stöðuna á kerfinu sem undir vellinum og af því hér talað magn af heitu vatni að þá þetta bara partur af þeirri athugun sem nú að ganga bara tiltölulega hratt fyrir sig, leyfi ég mér að segja, þegar það ekki langt síðan að við fórum að stað með þá athugun. Til stendur að nýta yfirfall úr sundlauginni og keyra inn svo vatn á móti því þegar að, eins og til dæmis á nóttunni, þegar að það ekki gestir, sundlaugagestir og ekki þá yfirfall úr lauginni. En þetta eins og íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur væntanlega farið yfir á fundinum allt í vinnslu og mun ekki taka 14 ára að fá úr því skorið. Þegar kemur að því sem bent hér á varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, þá munum við sennilega flest eftir því að hér var settur á stað vinnuhópur sem á síðasta kjörtímabili sem átti að fara í það og við fengum skýrslu hér unna sem var vel unnin varðandi þörf í íþróttauppbyggingu. Þar sem að kemur, mér minnir að hafa verið Capacent sem skilaði þeirri skýrslu sem og bæjarfulltrúi Alexander veit jafnvel og ég að ýmis svona skipulagsmál taka bara oft mun lengri tíma heldur en við sem erum vön að keyra hluti bara áfram og græja viljum að þau taki. En við höfum verið að vinna út frá þeirri skýrslu sem var svo held ég að bæjarráð hafi mögulega tekið hann inn 2021 þar sem var búið að flagga í hvaða forgangsröð við ættum að vinna. Og þá var líka búið að funda þarna með íþróttahreyfingunni og búið að sameinast það, félögin vildu fara í sameiginlega uppbyggingu og út frá því byrjuðum við að vinna núna þessu kjörtímabili. Þeirri vinnu hefur bara verið ágætlega haldið utan hana og þar erum við með stýrihóp sem skipaði bæði meira og minni hluta og hefur þeirra helsta verkefni verið að reyna að ná fram skoðun eða hvaða hagsmuni íþróttafélögin hafa inn í þessa uppbyggingu og þar hefur þurft að vinna svolítið vel með þeim og ég veit það að fulltrúar minnihluta hafa líka lagt á það ríka áherslu að það sé sátt þessa uppbyggingu innan íþróttahreyfingarinnar. Og það hefur svolítið verið líka bara verkefni kjörtímabilsins. Fyrir utan það að hér fór ég yfir undir fundargerð bæjarráðs að akademíureiturinn líka partur af þessu, af því að einhvern veginn þurfum við að fjármagna þau verkefni sem við ætlum að ráðast í. Það búið að auglýsa hér svona grunn skipulag, ef svo má segja, sem við sjáum fyrir okkur að byggja á í þessu. Og já, þetta tekur tíma, en við viljum vanda okkur og tryggja það að sé samstaða svona risastórt verkefni sem lítur út fyrir að við séum að fara í einhvers staðar í kringum 10 milljarða króna fjárfestingu í.
þar sem við erum með ákveðna forgangsröðun, þar sem við sáum að fimleikarnir til dæmis voru þar efstir, knattspyrnudeildirnar komu svo þar á eftir og þar fyrir aftan það voru deildir sem eru undir IRB en eru í víkjandi húsnæði. Þannig að ég skammast mín ekkert fyrir það að þetta verkefni hafi tekið langan tíma. Ef að niðurstaðan verður góð og unnin í góðri samvinnu við íþróttafélögin og íþróttahreyfingunni í heild sinni. Og ég hlakka bara til. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Svona áhugaverð umræða hvernig við vinnum á þessum málum hérna. Ég vil nú bara byrja því að taka undir þau sjónarmið sem komu hérna fram í máli bæjarfulltrúa Halldóru og eins líka kannski svona aðeins velta bara vöngum hérna inn í umræðuna yfir sem að bæjarfulltrúi Alexander hóf hérna. Bara hvernig við nálgumst málin, það eru þetta þannig að hérna alltaf sótt að bæjarfulltrúum með ýmiss konar mál og ýmislegt. Og það til dæmis hlutverk íþróttahreyfingarinnar að vekja athygli og sækja þá hluti sem að þeir telja að sé hentugast fyrir þeirra starfsemi hverju sinni. Ég held að við þurfum líka að gæta smá sanngirni í því hvernig við tæklum það umræða, kannski sanngirni, heldur bara aðeins að standa líka í lappirnar gagnvart því hvernig staða mála hérna í þessu sveitarfélagi, í þessum málaflokki, því það eru fullt af öðrum mælikvörðum sem eru líka til staðar. Til hvers erum við að standa í öllum þessum hlutum? Það er náttúrulega fyrst og fremst til að stunda íþróttastarf af því að það er talið að það sé góð forvörn, það sé gott æskulífsstarf og það séu börnin þarna sem að skipti hvað langsamlega mestu máli þarna. Og ef við horfum á aðra hluti sem að mér hefur þótt áhugaverið að fá að sjá inn í þessa anga, ef við horfum til þess að viðhorfskoðun íbúa, þetta er það atriði sem skorar hvað langsamlega hæst, það er aðstæða til íþróttaiðkunar. Af því að það er verið að gera mikið af gríðarlega góðum hlutum að það. Ég myndi segja að þeir aðilar sem koma að þessu, sem eru bæði þá náttúrulega starfsmenn bæjarins á margan máta, en síðan náttúrulega allir þeir sem eru að starfa í íþróttahreyfingunni, það náttúrulega að mörgu leyti algjört kraftaverk, hvernig fólk nær að spúa til alveg svakalega mikið úr því sem að við höfum úr að spila. Og við erum alveg búin að gera á þessum árum hérna í sveitarfélaginu okkar, fólk úr öllum flokkum hefur stutt við það, alveg ótrúlega góða hluti. Þegar við tölum alltaf fara að afhenda einhverjum, afhenda sveitarfélaginu eitthvað heimsmeistaraplagg í þessum málum, þá eru menn væntanlega ekki að hugsa íþróttahúsi við Stapaskóla, sundlaugina sem er þar, gervigrasi sem er við Reykjaneshöllina, bardagahöllina sem er hérna upp frá, borðtennisaðstöðuna, hvernig hefur verið bætt í á ýmsan máta. Og það er bara allt í lagi og eðlilegt. En ég kalla bara eftir því að fólk gæti sanngirnis í þessu og horfi líka til þess sem að vel er gert. Takk fyrir. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, þetta með heimsmeistarana áttu nú alls ekki að vera móðgandi og var nú, held ég hef nú tekið það fram að það beindist nú ekkit sérstaklega gagnvart þeim sem hér sita, heldur jafnvel bara á okkur öllum. Var nú svona í léttu tómi sagt þar sem að það eru staðreyndir að við erum búin að vera með tilbúna lagnir undir knattspyrnuvellinum í Keflavík sem að ekki hafa verið nýttar og það tók einhver 14 ára að fá tengt vatn í aðstöðuna hjá knattspyrnudeild Njarðvíkur sem var svo sem ekki eingöngu kannski bæjarstjórn að kenna og kannski ekki mörgum bæjarfulltrúum sem hér sita, en þetta eru samt staðreyndir og það sem ég var nú bara að gera var bara að brýna það fyrir okkur sem hér eru og sem hér munum verða að við þurfum að setja svolítið kraft í þetta, því þetta snýst ekki allt, það er búið að byggja íþróttahús í Stapaskóla, gera marga góða hluti, það var byggður gervigrasvöllur við Reykjaneshöllina og ýmislegt verið gert,
En það eru aðrir hlutir sem kannski hafa ekki verið gerðir eins og ég nefndi á ýmsir viðhaldslutir og svona. Og þetta bara hlutir sem hlýtur alltaf að benda á. Og við þurfum bara öll líka að taka það til okkar. Við þurfum öll að muna eftir þessu og íta á þetta sé gert. Þetta eru ekkit endilega einhverjir stórar og miklar upphæðir. En ef því ekki seint, þá nýtast ekki mannvirkin og á endanum kostar það okkur stórfé að koma þeim í nothæft stand. En ég held að við séum allavega ekki tilnefnd í ár. Takk fyrir. Virðulegi bæjarfulltrúar, takk fyrir góða umræðu fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Og vegna orða bæjarfulltrúa Alexanders þá verð ég aðeins sem forseti að benda á góðu hlutina líka út af því að fá verðlaun fyrir að sinna ekki eitthvað í 14 ár sem bara mál sem ég man ekki eftir allavega. Vill að forseti nýta tækifæri og fara yfir hluti sem við erum að gera. Má þar nefna að heildarframlög til íþrótta- og tómstundamála þegar við horfum til fjármagn sem hluta skatttekjum sveitarfélagsins, þá vorum við lengi af að leggja 7% í það framlag, eru núna komin upp í 9,2%. Framlögin á þessu kjörtímabili til íþrótta- og tómstundamála voru hækkuð 184 milljónir, einna mestu hækkun framlaga allra málaflokka Reykjanesbæjar. Við erum nýlega búin að festa kaupa á nýrri klukku sem fer á Njarðvíkur fótboltavöllinn, Tjeibo-völlinn svokallaða, Svíta fer á Njarðvíkurvöllinn til að efla aðstöðu völlinn. Það ferli hófst í dag, þannig að við getum nú fagnað því. Við erum að greina hvað þarf til að hita HS Orkuvöllinn í Keflavík, að það er ástæða fyrir að það mál hefur dregist. Við höfum verið að skoða aðra valmöguleika og þetta er eitt af því. En þetta er vilji hreyfingarinnar að fara af stað með hitakerfið til að nýta alvöru grasið áfram, ekki gervigrasið. Við erum að fara að laga burðarvirki á HS Orkuvöllinn, við erum að fara að skoða Jónshús sérstaklega með viðhaldi, við erum að fara að endurnýja salerni við útivöllinn, mikilla tíðindir að vænta með gervigrasin okkar vestan Reykjaneshallar, þarna er heil glæra af því sem við erum að fara að gera í upplýsingagjöf íþrótta- og tómstundafulltrúa, meðal annars höfum við samið við Metatron þjónustu á vellinum og viðhald. Við munum setja upp nýja rennihurð við Reykjaneshöll þannig að þessi auðveldar að komast inn út úr höllinni og svo skoðum við með færslu svítu á vallarinn sem gjörbreyta þeirri aðstöðu. Við höfum einnig keypt nýtt snjóruðningstæki, gert samning við verktaka þar þannig að það að við séum að fresta hlutum og gerum ekki neitt, það bara á ekki við rök að styðjast. Svo má ekki gleyma því að, vissulega núna í febrúar vonumst við til að tilkynna hvað við munum gera við okkar stórkostlega íþróttaakademíu svæði og hlökkum við til að kynna það. Það mál hefur verið í góðri vinnslu í stýrihóp meirihluta og minnihluta, þannig að það má gagnrýna bæði liðin ef að þeim finnst að hafa seinkað þeirri framkvæmd. En það er heldur betur búið að vera að spýta íþrótta- og tómstundamál hér í Reykjanesbæ. Það er rosalega uppbygging framundan sem við munum kynna núna allra næstu vikum sem að forseti er mjög spenntur fyrir og við munum bæta aðstöðumál íþróttafélagana og við munum halda áfram að leggja meira í þessi mál. Þannig að þessi verðlaun mun ekki fara til okkar kæri bæjarfulltrúi Alexander Ragnarsson. Margrét Sandís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég leit nú á að Alexander Ragnarsson væri bara að koma þarna með vinsalega ábendingu til okkar allra að við eigum að gera betur. Í síðustu kosningum var reiknað út í hörgul hversu mikið var í farið, hvað færi í í íþrótta- og tómstundamálum hjá Reykjanesbæ og það var 6,7%. 6,7% árið 2022. Þá skoðum við sambærileg sveitarfélög og þau voru flest í 13%. 13%. Einhver örfá í 10, eða 10,7, 11 skulum við segja. Grindavík í 18 eða 19%. En núna höfum við spýtt í lófana og höfum aukið fjármagn til tómstundamála þannig að hlutfall í íþrótta- og tómstundamál hefur aukist og það er vel. En nákvæmlega eins og Guðni Birna forseti segir, eða forseti Guðni Birna,
að þá ætlum við að gera svo rosalega mikið. Og það minnir á framkvæmd aðgerðaáætlun í leikskólamálum sem skrifuð var fyrir kosninga síðast 1. apríl 2022. Þá ætlum við bara að gera allt. Allt. Og það er ekki ennþá komið. Bróðurparturinn í greininni þess sem er verið að segja, það er bara þetta koma og þetta koma og þetta koma, þetta er allt að koma. Þetta var bara vinsalega ábending, en að vera að reyna að segja þetta sé allt bara í frábæru standi, það er ekki upplifun íþróttahreyfingarinnar og það er ekki upplifun mín. Þegar ég fer annað, þá erum við búin að sitja eftir. Við erum búin að sitja eftir og það geta verið alls konar skýringar. En það er líka spurning um áherslu. Hvað viljum við gera við peningana og hvað viljum við gera við tekjurnar okkar? Hvernig ætlum við að stjórna þessu? Hvar eru peningarnir sem eru aukalega vegna framkvæmda og svo framvegis? Og það er pólitík. En mikið rosalegri fegin að fara að hætta í pólitík. Kæru bæjarfulltrúar, það að koma hér upp og vera að lýsa því yfir að við fáum seinkunar verðlaun íþróttahreyfingarinnar er ekki vinsamleg ábending. Og hún var ekki tekin sem slík. Frábæru standi, það sagði forseti ekki. Það eru ekki mín orð. Ég kom hér inn á, við erum búin að bæta eins mikið og eins hratt í þennan málaflokk og við frekast getum. Og við munum halda því áfram. Þegar við erum tekjulægri en sambærileg sveitarfélög, þá forgangsröðum við hlutunum. En við berum mikla virðingu fyrir íþróttahreyfingunni í heild sinni, forvarnagildi hennar og hversu mikið börn og ungmenni búa í þessu sveitarfélagi. Það erum við að gera. Og það má alveg reiðast yfir því. Það má alveg koma inn upp og reiðast yfir því, það er allt í lagi. En að benda á að við erum að fá okkur verðlaun fyrir að vera sein í öllu, þegar forseti les hér upp lista sem er í gangi akkurat núna, sem er bara fullt af góðum atriðum fyrir íþróttahreyfinguna. Erum við með fullkomna aðstöðu? Alls ekki. Getum við lagað hana hraðar? Við erum að reyna það. Við erum að fara að kynna stórkostlegt uppbyggingaverkefni fyrir íþróttahreyfingunni í Reykjanesbæ. Og þá er talað um að við hefum verið of sein að plana þetta. Þetta er risaframkvæmd. Og forseti er spennt að kynna það. Það kemur í febrúar. Engar ágjör af því. Þessi umræða er sérstök, en svona er pólitík. En það sem að forseti vil hér segja fyrir þennan sal og fyrir íbúa og gesti sem er að hlusta, við erum að bæta eins mikið í þennan málaflokk eins og frekast er unnt. 184 milljónir á kjörtímabilinu, við erum að hækka hvatagreiðslu til að opna faðminn til að taka við fleirum. Við erum að reyna að gera allt eins hratt og mikið og við getum. Það er ekki tilefni til að reiðast við því. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Halldóra Freyja Þórhallsdóttir. Virðulegi forseti, ég vona að forseti mun ekki ávíta mig sem bæjarfulltrúa fyrir að koma hér upp og ekki fjalla sérstaklega fundargerð sem hér er til umræðu. Heldur mig langar að bregðast við orðum sem að bæjarfulltrúi Margrét Sanders kom með náðu að lauma inn í sem að stungu mig verulega. Og þar sem að er talað að meirihlutinn hafi hér í hvort það var í aðdraganda kosninga eða í upphafi síðasta kjörtímabils komið hérna fram með einhver loforð í leikskólamálum sem við stóðum svo ekki við. Það er ekkert búið að gerast. Ég eftir ekki mikla rannsóknarvinnu þá fann ég þessa grein. Og með leyfi forseta þá ætla ég að fara bara í örfá, bara af því að mér finnst ég verða að svara þessu. Leikskólinn Holt mun stækka. Það er búið að gerast. Byggðu verður nýr leikskóli Hlíðakörfi fyrir 120 börn. Ég veit ekki betur en hann sé komin í notkun og gengur stórkostlega. Nýr leikskóli mun rísa í Dalshverfi 3 sem rúmar 120 börn. Ég veit að hann er líka búinn að opna.
Bara svona, þú veist, það stendur hérna, við Stapaskóla mun rísa leikskóli sem rúmar 120 börn. Nú þegar er hérna þar leikskóli með þar sem að hér gert ráð fyrir eða sagt að það séu 85 börn nú þegar. Ég veit ekki nákvæmlega hversu mörg börn eru í þeim skóla en hann tilbúin til útboðs og undirbúningur hafinn og ég veit að það fjármagn í fjárfestingu til þess að hefja þessa vinnu. Það sem ekki kemur hérna fram að það líka búið að opna 25 barna leikskóladeild, viðbótardeild við leikskólan Tjarnarsel sem stendur á Skólavegi 1. Til að brúa bil og koma til móts við foreldra ungra barna meðan beðið eftir leikskólaplássum var tekin ákvörðun í bæjarstjórn að niðurgreiða foreldrum gjald sem greitt til dagforeldra barnir orðið 18 mánaða eða eldra og hefur ekki fengið leikskólapláss. Þetta bara Þetta bara í gangi. Sko ég náði samt ekki að fara inn í af því að sko við vorum aðeins að ræða hérna, mig minnir endilega og okkur hérna, að á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir kosningar hafi, hvort ef það var ekki hérna, biðst afsökunar ef ég að fara með fleipur, hvort ef það var ekki bæjarfulltrúi Alexander mögulega á þeim fundi sem kom hérna upp og fór yfir langan lista yfir allt sem Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að gera. Kannski ekki, það var einhver bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og ég segi bara ég biðst fyrirfram afsökunar ef ég að fara með fleipur en það væri áhugavert að vita hversu mikið af því hefur gerst. Margrét Sanders, Kersvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Það skemmtilegt til þess að vita að Halldóra Fríða, bæjarfulltrúi, komin í Samfylkinguna. Samfylkingin var að lofa þessu, Samfylkingin skrifaði þessa grein, Samfylkingin sú sem stendur við þetta, en hver kemur til svara? Það að sjálfsögðu helsti leiðtogi Samfylkingarinnar í bæjarstjórn sem kemur alltaf upp ef það skotið á Samfylkinguna. Þannig að velkomin í Samfylkinguna bæjarfulltrúi Halldóra Fríða. Takk fyrir að benda á þessa grein, því að nú má ég svara. Hérna segir nefnilega, ansi skemmtilegt, að það bara að öll börn innan við 2 ára aldur fái bara leikskólapláss bara strax. Og ekki nóg með það að bara leikskólinn í Dalskverfi sem þá Drekadalur, að hann bara vorið 2023 eða bara öll börnin að vera 120 komið þar inn og alltaf bara í dásemd. Það sem aftur á móti hefur orðið að veruleika en miklu seinna heldur en lofa var, leikskólinn í Hlíðahverfi. En það sem við erum að gagnrýna að fyrir kosningarnar þar á undan, 2016, átti bara alltaf að vera eins og blómstri eina bara í leikskólamálum. Það var bara 2016, að þá bara, eða 2018 segi ég, að þá var það bara þannig að það átti bara að vera hreinlega þannig að 18 mánaða börn áttu að komast inn. Og það var lofað og svo kemur hérna framkvæmda aðgerðalista og það bara 2023 og þetta bara alltaf vera í góðu að allir ætti að vera komnir inn. Þannig að það það sem við erum bara að segja og núna sitjum við uppi með 27 mánaða börn og þeir eru ekki komin inn. Og það bara það sem við erum að benda á. Og þess vegna verð ég að segja að þegar bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, Guðný Birna, fór að tala að það verði allt að koma, þá það bara að segja, það trúverðugt, það eina sem við erum að segja. En það sem þegar ég hlustaði á bæjarfulltrúa Alexander, þá bara í einfeldni minni tók ég bara þannig að hann var að skjóta Sjálfstæðisflokki líka. Hann verður bara að skjóta á fyrrverandi meirihluta. Það bara svoleiðis. Þannig að ég skil ekki að þó að hann hafi verið að grínast með að því að þessi svarti húmur hjá bæjarfulltrúa Alexander skrítin oft. Ég get alveg viðurkennt það, stundum skil ég hann ekki alveg. En að segja að við séum eitthvað Íslandsmet eða heimsmet eða hvað sem í einhverju, að það skuli fara svona fyrir brjósta að menn fara upp á afturlappirnar þegar að verið að viðurkenna. Verið að viðurkenna það bara hliðilega, þetta bara ekki í lagi. Við þurfum bara að gera betur. En ég held að leikskólamálin sé ekki til umræðu. Klukkan að verða 7:30 og það verið að fara að veita verðlaun fyrir íþróttamann ársins. Þannig að vonandi ætlum við ekki að eyða öllum tímanum núna í íþróttamálin. Nei, í leikskólamálin segi ég.
Enda verður nægur tími hjá ykkur sem eru að fara í framboð að ræða þetta, en það kemur verulega óvart hvað það mikil ástríkja á milli bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu og Samfylkingar. Forseti vill minna bæjarfulltrúa hér á að vera faglegir hér í þessum stól. Við erum hér bæjarfulltrúar Reykjanesbæjar í bæjarstjórn og við skulum halda okkur í faglegu nótunum. Það að fulltrúar meirihlutans sé sammála eitthvað, þessi orðræða er komin út í algjöra þvælu og ég frábið mér kæru bæjarfulltrúar að þið hægið ykkur svona hérna. Við skulum vera fagleg í þessum stól. Bjarni Páll Tryggvason. Forseti, bæjarfulltrúar, svona í ljósi þess hvað hér hefur verið mikil vannstilling í ræðustól. Þá finnst mér bara rétt að það komi hérna fram að sem að flogi hérna orðum að fólk sé svo móðgað og sárt á hana þvílíkt að eina sem mér vakti fyrir var bara að setja hlutina henni í samhengi eins og ég sé það og hvetja okkur til þess að vera að taka umræðina á þeim nótum sko. Og hérna orð bæjarfulltrúa Alexanders að vera í viðurkenningaham. Það er ekkert sem að hreyfði það mikið mínum hjartarótum að ég fekk nút í magan sko og roðnaði framann. Þannig að ég vildi bara koma hérna upp og segja það svo það sé bara sagt hérna eins og annað sko. Það er engin vannstilling af minni hálfu allavega í það minnsta. Takk fyrir. Kæru bæjarfulltrúar, þetta hefur verið athyglisverðar umræður íþrótta- og tómstundaráðs sem fór út í kosningar og út í leikskólamál, en forseti telur að umræðan þennan fundalið sé hér tæmdur, þannig að ég bið ykkur hér hendur ef þið samþykkið fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Kærar þakkir fyrir það, hér fara allar hendur á loft. Nú þá erum við komin að 6. máli hér á dagskrá breyting og skipan fulltrúa í stjórn Eignasjóðs. En í þessu máli hefur stjórnarmaður í stjórn Eignasjóðs beðist lausnar sökum aldurs. Hjáfylgjandi erindinu er beiðnin hans Guðmundar Björnssonar til Halldóru Fríðu Þorvaldsdóttur formanni stjórnarinnar að hætta formlega og óska forseti eftir tilnefningu annan stjórnarmann í stjórn Eignasjóðs. Við tilnefnum Friðjón Einarsson. Hér er tillaga Friðjón Einarsson sem nýjan aðila í stjórn Eignasjóðs. Eru hér aðrar tillögur? Svo er ekki og telst hann þá sjálf kjörinn. Nú Reykjanesbær vill þakka Guðmundi Björnssyni kærlega fyrir hans góðu störf í nefndinni. Hans þáttaka og sérfræði þekking hefur reynst okkur mikilvæg í stóru fjárfestingaverkefnunum okkar, líkt og við enduruppbyggingu Myllubakka og Holtaskóla, auk fjölda annara verkefna. Kærar þakki fyrir þín störf og við bjóðum Friðjón Einarsson velkominn í stjórn Eignasjóðs. Kæru bæjarfulltrúar, þá erum við komin að 7. og síðasta málinu á dagskrá kvöldsins, húsnæðisáætlun Reykjanesbær 2026 fyrri umræða, en hér með forseti fylgja áætluninni úr hlaði. Markmið sveitarfélagsins varðandi íbúðauppbyggingu sem kemur fram í áætluninni er að húsnæðisstefna Reykjanesbæjar stuðlar að því að íbúar sveitarfélagsins hafi öruggt húsnæði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Stefnan nær þannig utan húsnæðisþarfir allra íbúa óháð stöðu, eignaformi, stærð og gæðum húsnæðis. Huga þarf að fjölbreytni framboðs íbúðarhúsnæðis og íbúar geti annarkvort eignast eða leigt húsnæði eftir þörfum hverju sinni. Umhverfi húsnæðismála hefur breyst með tilkomu laga almennar íbúðir númer 52 frá 2016 og lagt til að Reykjanesbær fylgi þeirri stefnu sem mörkuð var með lögum. Í því felst að stuðla uppbyggingu íbúða í sveitarfélaginu með að veita stofnframlög til húsnæðis sjálfseignarstofnana sem leggja áherslu á eignir sem skortur er á. Reglur stofnframlög voru samþykkt í bæjarstjórn 15. nóvember 2016. En markmið bæjarstjórnar með núverandi skipulagi og uppbyggingu húsnæðis er að draga í auknum mæli að fólk sem eru með góð laun í einkennandi atvinnugreinu svæðisins til búsetu í sveitarfélaginu. Reykjanesbær telur að sveitarfélagi hafi nú þegar hlutfallslega hátt hlutfall af íbúðum sem uppfylla skilyrði almennar íbúðir og vill heldur nýta uppbyggingu nýs íbúðarhúsnæðis til breytingar á samsetningu íbúða með það markmiði að tekjudreifing verði nær því sem er á höfuðborgarsvæðinu.
Helstu áhersluatriði bæjarstjórnar er að viðhalda kröftugri uppbyggingu og horfa til framtíðar en mikil fólksfjölgun kallar á aukna þjónustu og hraða uppbyggingu innviða. Mikilvægt er að horfa til fjölbreytts íbúðaforms við uppbyggingu sveitarfélagsins til að ná fram markmiðum bæjarstjórnar uppbyggingu húsnæðis. Bæjarstjórn áréttar að þegar úthlutað er stóru byggingalandi í sveitarfélaginu verði tekið tillit til fjölbreytts húsnæðis þar sem horft verði til einbýlishúsa, raðhúsa auk fjölbýlishúsa. Fólksfjölgun í Reykjanesbæ hefur verið gífurleg undanfarin ár, alls 60% aukning á 10 árum. Slík hröð fjölgun felur í sér vaxtarverki líkt og hraðri uppbyggingu leik- og grunnskóla en leiða má til lykta að fjölgun 8.000 íbúðir næstu 10-15 árum feli í sér annað eins vaxtarferli. Mikilvægt er því að vanda til verka og stýra uppbyggingarhraða þannig að sveitarfélagið ná að bregðast við með uppbyggingu þjónustu samhliða. Þegar kemur á félagslegu húsnæði er Reykjanesbær á pari við önnur sambærileg sveitarfélög sem eru vel. Mikilvægt er að standa vörð uppbyggingu og fjölgun félagslega kerfisins en horfa einnig til fagfélaga líkt og Brynju hússjóð, Bjarg og Bríet leigufélög sem sérhæfa sig í hagkvæmum búsetuformum fyrir tekjulægri einstaklinga. Félagslegt húsnæði sveitarfélaga á í eðli sínu að vera skammtímalaust fyrir tekjulægsta hóp íbúa með eðlilegu flæði íbúa inn og út úr kerfinu. Mikilvægt er að tryggja framboð húsnæðis fyrir fatlaða í sveitarfélaginu en Reykjanesbær í samstarfi Brynju hússjóð Öryrkjabandalagsins byggingu íbúða fatlara er þarfnast umönnun allan sólarhringinn ásamt aðstöðu fyrir starfsfólk. Árið 2023 bættust við 7 nýjar íbúðir og á næstu 2-3 árum er gert ráð fyrir 7 til viðbótar við það. Mikilvægt er að sveitarfélagið reki áfram öflugt almennt félagslegt húsnæðiskerfi, svo og félagslegt húsnæðiskerfi fyrir aldraða. Hlúa þar að þeim sem eru ekki á annan hátt færir að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. Búseturéttarkerfi íbúða fyrir aldraða hjá fasteignum Reykjanesbæjar hefur verið aflagt og því má gera ráð fyrir að árleg fjölgun félagslegra íbúða fyrir aldraða í sveitarfélaginu verði 1-2 íbúðir næstu 10-15 árin. Undirritað hefur verið viljayfirlýsing við Bjarg íbúðafélag bygging á 24 íbúðum á grundvelli laga almennar íbúðir. Samþykkt hefur einnig verið að leggja til fé til byggingar smáhúsa fyrir einstaklinga með fjölþætta þjónustuþarfir sem eru án heimilis. Þar kemur fram, kæru bæjarfulltrúar, í húsnæðisáætlun undir íbúða þörf að brýnt er að í gegnum aðalskipulag sé ávallt nægt lóðaframboð til staðar í sveitarfélaginu á hverjum tíma. Þar með talið að klára vinnu við skipulag á Dalskörðu 2 og 3, Ásbrú og Efra Hlíðahverfis til að tryggja nægt framboð á lóðum. Mikilvægt er að deiliskipulag taki mið af því hvernig íbúðasamsetning er hentugust fyrir hvert hverfi og fjöldi og stærð nýrra íbúða sé í samræmi við fyrirhuga fjölgun íbúa og samsetningu þeirra. Gæta það þess að nýjar íbúðir eða byggingar sem ætlað er að hýsa aðflutt starfsfólk falli vel að umhverfi og skipulagi. Bætt var við í áætlunina fyrir 2026 9 hverfi, svokölluðum Keflavíkurborgum, sem áætlað er að koma til uppbyggingar 2030. Þar undir, ef þið kíkið á áætlunina, kæru bæjarfulltrúar, er gert ráð fyrir 20 húsum á ári. Hér er forseta opnað frá 2030 til 2035, en hér fórum við yfir áðan í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs að verið er að rýna þetta svæði, sérstaklega með breytingu aðalskipulagi, en þetta er 90 hektara svæði alls. Þetta eru svona helstu breytingarnar á húsnæðisáætlun 2026 milli ára en umræðan er laus. Margrét Sands. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Fyrir liggur framtíðaráætlun Reykjanesbæjar í húsnæðismálum til ársins 2035, 10 ára áætlun. Og það er áhugavert af því að við rýndum ansi mikið og gagnrýndum mikið húsnæðisáætlunina 2025 að það fari ekki alltaf sama hljóð og mynd ef við erum að reyna að draga að okkur tekjuhærri einstaklinga
meðal annars eins og segir í stefnunni að þá þurfum við að gera það með fjölbreyttari húsnæði. En mér langar að vekja athygli á því að húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2026 þarf betri yfirlestur. Það allt og mikið af ásláttavillum og stafsetningavillum í þessu og við erum að fara að senda þetta frá okkur þannig að ég vil ítreka það bara svo ég gleymi því ekki að þetta veri leiðrétt. Það sem er áhugavert er að Ásbrú 2025 þar var talað að það ætti að vera fjölbýli og þar var verið að tala 1500 íbúðir. Það voru 500 íbúðir og svo 600 íbúðir þarna og svo á öðrum staðir eitthvað meira en það var síðan tekið þessar 800 og þessar 500 eða 600 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta eru bara 2033 átti að vera 800 íbúðir. Það er búið að taka það í burtu, það er búið að færa þetta allt til og það er búið að draga frá þannig að í heildina Ásbrú á núna að vera 400 í staðinn fyrir 1400 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að 1000 íbúðir dutt út þar, ég veit ekki, kannski er það bara ekki tilbúnar því að þetta er í rauninni, þetta er byggingarhæf, það er talað byggingarhæfarlóðir en það eru ekki deiliskipulagar að fullu lítur að vera fyrst að það er búið að taka mest að þessu út. Síðan er Hlíðahverfi 3, þar er líka alveg stórfurðulegt að á síðasta ári þá var sett inn 2028 Hlíðahverfi 3 þróunar- og framtíðarsvæði. Þetta er nýjasta hverfið og þar 2028 átti að koma 500 íbúðir. Svo 2000 í fjölbýli. Svo 2029, 2030, 31, 32, 33, 100 ári. Og þetta eru 1100. En núna í nýju áætluninni þá er verið að tala kringum 250 íbúðir. Þannig ég veit ekki alveg hvernig það getur munað svona miklu á milli ára að það eru í Hlíðahverfi 3 að fara úr 1000 í 250, ég bara skil það ekki. Þetta eru byggingahæfarlóðir, einhver eru þróunarreitir og framtíðarsvæði. Þróunar- og framtíðarsvæði Hlíðahverfi 3 áttar á 500 2028 og svo 100 á ári sem er í heildina 500 en það er byggingarhæfarlóðir í Hlíðahverfi 3. Það er rétt að Keflavíkurborg eru komnar og þar er að aukast þarna einbýlin of lítið af Párhúsum, Raðhúsum og tvíbýlum en samt einhvað en í heildina að þá eru mikil vonbrigði. Kannski eru við tilætlunarsöm að því að við erum búin að vera að tala reyndar þetta mjög mikið en kannski er þetta bara komið á langt, það getur vel verið en við skulum ekki loka augunum fyrir því að við erum að segja að næstu 10 árin ætlum við að Reykjanesbær að byggja 86% af öllum íbúðum fjölbýli og það er til viðbótar við það sem að núa er búið að reisa. Þannig allar þessar blokkir, öll þessi fjölbrú sem eru núna til staðar, það er verið að bæta í. Og síðan er það, ef við horfum á einbýli, eða við kallum þetta sérbýli, sem er þá einbýli, parhús, raðhús og tvíbýli, að við ætlum ekki að byggja nema 450 íbúðir af þessu. Við segjum bara, þetta er 10 ár. Við skulum skoða Árborg. Ef við skoðum húsnæðisáætlun Árborgar, þeir eru með helmingi færri íbúða og þeir áætla 1000 íbúðir í sérbýli. Ölfus, sem er bara með 2800 íbúða, þeir áætla 650 íbúðir í sérbýli og það var á síðasta ári nefnt að við værum nú bara eins með áætlun á Kópavogur, en við skulum muna það að Reykjavíkursvæðið, allt stór Reykjavíkursvæðið, það er bara í vandræðum með land núna og vilja fara að breyta samkomulagi sem var gert á milli þeirra þar sem þeir voru að samþykkja þéttingu byggðar en eru núna að sjá að það gengur ekki að því að fjölgun íbúa hefur verið miklu meiri heldur en reiknuð með. En vegna þessar húsnæðisáætlunar fyrri umræðu að þá leggjum við í minnihlutanum eftirfarandi bókun og áður en ég lesa hana með leyfi forseta að þá vil ég nefna könnun sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ríkisins gerði í desember 2025 fyrir
þessi svæði. Þar eru 34% íbúa sem á næstu 5 árum vilja vera í fjölbýli. 34%. En 42% í algjöru sérbýli og 22% í tví- eða þríbýli eða einhverju svoleiðis. Þannig að við erum að tala að 64% allra sem svara vilja sérbýli eins og er kallað í húsnæðisáætlun. Það er mjög athyglisvert af því að það er allt annað en við erum að færa til framtíðar. En þá langar mig að lesa bókunina eða ætla að lesa bókunina með leyfi forseta. Framtíðar húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar 2026-2035 er hér til fyrri umræðu. Hún sýnir svart á hvítu að meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og beinna leiðar hefur engan huga á að hlusta á íbúa bæjarins og heldur áfram að sömu braut og hinga til. Meirihlutin boðar enn einhæfa uppbyggingu þar sem 86% allra uppbygginga næstu 10 ára er fjölbýli eða 2700 íbúðir. Á sama tíma eru einungis 450 íbúðir í sérbýli, það er einbýli, parhús, raðhús og tvíbýli. Áætlaðar fyrir bæ með rúmlega 22.500 íbúa. Þetta er ekki húsnæðisstefna, þetta eru pólitíska kreddur sem þjóna ekki fjölbreyttum þörfum fólks sem hér býr. Samaborður við samskonar sveitafélög undirstrika þetta. Árborg með helmingi var íbúa áætlar rúmlega 1000 sérbýli. Ölfus með aðeins 2800 íbúa áætla 650 sérbýli. Meirihlutin í Reykjanesbæ velur hins vegar að þrengja valmöguleika íbúa og keyra áfram nálgun sem mót er ofanfrá og niður án þess að taka mið af raunverulegum þörfum þeirra sem hér búa. Niðurstöður könnunar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar ríkisins frá því í desember 2025 segja sína sögu. Þar eru 42% íbúa kjósa sérbýli, 22% tví-, þrí- eða fjórbýli og aðeins 34% íbúa vilja búa í fjölbýli. Þráttur þessar óyggjandi staðreyndir kýs meirihlutin að hunsa vilja íbúa og halda sig við stefnu sem gengur þvert á óskir og þarfir íbúa. Í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs sem nú liggur fyrir viðurkennir meirihlutin þetta sjálfur en þar segir og tilvitnun hefst: eftirspurn eftir einbýlis- og parhúsalóðum í Reykjanesbæ hefur aukist á undanförnum árum og tilvitnun lýkur. Ef eftirspurn eftir sérbýli er þetta mikil, hvers vegna eru það 86% framtíðaráætlunar meirihlutans fjölbýli? Svarið er því miður einfalt. Þetta er pólitísk þvermóðska, ekki þjónusta við íbúa. Reykjanesbær á að þróast á forsendum fólksins sem hér býr, ekki á kreddum meirihlutans. Það er löngu tímabært að meirihlutin hætti að tala við sjálfa sig og fara að hlusta á vilja íbúana. Er það virkilega til of mikils mæls? Og undir þetta rita Sjálfstæðisflokkur og umboð leggjast gegn húsnæðisáætlun meirihlutans og greiða atkvæði á móti. Og undir þetta rita Margrét Sandes, Guðbjörgur Reynisson og Alexander Ragnarsson Sjálfstæðisflokki og Margrét Þórarinsdóttir umboð. Halldóra Fríða Þórhallsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég sem oddviti Framsóknar í meirihluta í bæjarstjórn Reykjanesbæjar hef hér mínar heimildir til að óska eftir að taka til máls og langar aðeins að því að hér erum við bara í fyrri umræðu og við erum ekki að hlusta á neitt sem við höfum ekki heyrt áður, en mér finnst áhugavert af því að hér voru bornar upp samanburðartölur og þá er líka bara mjög einfalt að velja samanburðartölur sem að eru svona sérvalda til þess að sýna fram á að eitthvað sé óeðlilegt. Af því að ég er líka með samanburðartölur og þar er ég með, ekki það að við kannski berum okkur alltaf saman við Garðabæ, en ég er líka með Akureyri og Kópavog og
Og bara svona, ég efast að meirihlutin leggi fram bókun á þessu stigi. Við bara erum í vinnu við þetta og hún verður tekin svo til annarar umræðu en ég ætla nú ekki að fullera það verða ekki bókun en allavega. Þá langar mig að koma hér á framfæri að samkvæmt húsnæðisáætlunum þessara sveitarfélaga sem að ég ætla að velja að bera saman við okkur, að þar til dæmis það sem verið að byggja, það sem í byggingu núna, að það líka áhugavert að skoða það. Þú veist, hvað í byggingu nú þegar í þessum sveitarfélögum. Hjá okkur þá erum við með 38 einbýli, 27 parhús eða raðhús og 443 íbúðir í fjölbýlishúsum. Í Garðabæ eru 13 einbýli, 26 parhús og 557 íbúðir í fjölbýlishúsum. Þannig að við erum að byggja töluvert fleiri einbýli á pari með par og raðhús og erum 100 íbúðum undir í fjölbýlishúsum. Á Akureyri er verið að byggja 4 einbýlishús, 27 parhús, raðhús eins og hér og 230 íbúðir í fjölbýlishúsum. Og í Kópavogi er verið að byggja 6 einbýli og ég sagði í Reykjanesbæ 38, 11 par og raðhús í Reykjanesbæ 27 og 701 íbúð í fjölbýlishúsi. Ef við horfum á framhaldið og reynum að bera saman þá hvað stendur til að gera í þessum sveitarfélögum, þá eins og hér kom fram í máli bæjarfulltrúa Margrétar Sanders, þá stendur til eins og með við áætlunina núna og minni á að við fengum þarna inn viðbót 130 einbýlishúsalóðir í framtíðasvæði Keflavíkurborga sem að sýnir okkur líka að það er ýmislegt sem getur breyst á milli ára þegar að ákveðið að mögulega brjóta nýtt land. Við áætlum að byggja 456 einbýli parhús, raðhús, þessi sérbýli sem er sannarlega eins og bæjarfulltrúi Margrét bendir hér á 14% af heildaruppbyggingu. En það sama uppi eins og í Garðabæ, þar eru 13%, 445 af 3447. Á Akureyri er það aðeins herra, það eru 649 af tæplega 3000 og í Kópavogi 585 af 3200. Þannig að þetta eru við erum ekkert langt frá því sem að þessi sveitarfélög eru að gera, þó við séum ekki á samasta á Ölfus og Árborg. Ég man ekki hvort það var eitthvað annað sveitarfélag sem var að tala upp hérna áðan. En síðan líka bara við sjáum það á það eru einhverjir hér sem að búa í fjölbýlishúsum, að fjölbýlishús í dag eru bara, það eru lúxusíbúðir og það er líka fólk sem er að sækjast eftir svoleiðis að losna við sérbýli og ýmislegt sem því fylgir auðvitað að reka húsnæði og halda því við og annað. Þannig að maður sér það í meira mæli að fólk er sannarlega að sækjast líka í það að komast í minna viðhald. En ég ætla samt ekki að slá á því að mér finnst mjög mikilvægt að við séum að byggja hér fjölbreytt húsnæði, en við erum að því virðist ekki mjög langt frá því sem verið að gera annars staðar. Ef maður skoðar, það voru bara þær húsnæðisáætlanir sem við tókst að renna í gegnum núna, en það er bara að gera að skoða fleiri. En við höfum líka bara, hér er mikið af sérbýli nú þegar. Og þegar við fórum yfir þetta, ég held að við verið í fyrra, frekar en hitti fyrra, þá kom það líka í ljós að við erum með mikið úrval af sérbýli hér, þó að standi til að byggja fjölbýli hér á næstu árum. Margrét Sanders, gerðu vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Halldóru Fríðu fyrir málefnaleg svör. Vil þó ítreka það sem ég sagði áðan, að það er búið að vera bæði mikið í fréttum og ég hef líka talað mikið við allra flokka fólk á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þeir eru í algjörum vandræðum með byggingaland.
vegna þess að það var gert samkomulag á Stór-Reykjavíkursvæðinu þar sem að Garðabær, Hafnarfjörður, Kópavogur, veit ekki hvort Mosfellsbær og Seltjarnarnes náttúrulega bara með eiginlega ekki neitt pláss, allavega Reykjavík, að þessi sveitarfélög gerðu með sér samkomulag að byggja upp ákveðin svæði og þétta byggð og voru að hugsa strætó og þjónustu og alls konar. Svo bara fjölga fólkinu miklu meira. Þannig að það er bara algjört húsnæðisdisaster í Reykjavíkursvæðinu. Það er bara vandræða ástand með íbúðir og það vantar svo rosalega land. Það er svoleiðis. Þess vegna tók ég þau ekki. Ég var ekki einu sinni, ég skoðaði ekki einu sinni, því ég vissi af þessu. Ég vissi af því að þar er bara vandræði út af þessu samkomulagi. Að mér skilst að Reykjavík hefur verið hikandi, þeir vilja þétta byggð í staðinn fyrir að brjóta land lengra og bæta við og fara lengra út svæðin. Þannig að þetta er bara mjög athyglisvert. Aftur á móti ástæðan fyrir að ég tók Ölfus og Árborg, ég vissi ekki hvernig ég væri að byrja. Ég bara hugsaði með mér, hvaða sveitarfélög eru svipuð við með nóga landi og eru svona svipuð okkur. Við getum alveg skoðað Akranes, ég hef ekki skoðað Akranes til dæmis, það er örugglega mjög athyglisvert, það getur vel verið að það sé mikið af fjölbýlishúsum þar. Ég tók þessi sveitarfélög út af landamálum þar, ætti að vera svipað okkar. En mér finnst þetta athyglisvert, mér finnst þetta umhugsunarefni og þetta er stefnumótunarplagg. Við verðum að átta okkur á því. Takk. Helga María Finnbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, mér langar bara aðeins að vera með í því að kasta fram hérna nokkrum tölum. En samkvæmt mínum upplýsingum í dag í Reykjanesbæ eru 43% heimila eða húsa sérbýli og þá eru 57% í fjölbýli. Eftir 10 ár, ef þessi húsnæðisáætlun raungerist, þá verður þetta 67% fjölbýli og 33% sérbýli. Og samanborið til dæmis við Hafnarfjörð og Akureyri þá eru þau með svona cirka 15–20% í sérbýli. Þannig að eins og hefur komið hérna fram á þessum fundi, þá held ég að við séum bara nokkuð vel stödd. Svo er kannski annað sem að það líka taka tillit til í þessu, út af að við erum að horfa á markaðinn, hvernig húsakosti vilja verktakarnir búa til. Og þá eru þeir mestmegnis að horfa á fjölbýlinn vegna þess að það er meiri eftirspurn eftir þeim. En ég er alveg sammála því að við verðum að gæta því að það séu sérbýli til fyrir þau sem að sækjast eftir þess konar húsakosti. Já, kæru bæjarfulltrúar, takk fyrir fjöruga umræðu húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar. Kannski bara til að bæta inn í staðreyndirnar okkar hérna beggja megin að þá eru 40 lausar einbýlishúsalóðir í Ásakvarinu. Svo það sé sagt, stór einbýli sem hafa legið þar í rúm 20 ár en það eru vissulega lausar stórar einbýlishúsalóðir þar ásamt 3 í Brekadal ef ykkur hefur áhuga á því. Við vorum hérna bara áðan að samþykkja þéttingu reits með einbýlishúsum og parhúsum hér fyrir kvöld. Þannig að við erum vissulega að vanda okkur að þétta og að bjóða upp á fjölbreytt form íbúða. Staðreyndin er líka svo að markaðurinn ræður, eins og bæjarfulltrúi Helga María kom hér inn á, verktaka biðja það sem markaðurinn er að kaupa. Þannig að eðlilega eru fjölbýli og ég vil minna ykkur á að fjölbýli eru líka stórglæsilegu fjölbýlishúsin okkar eins og við Pósthússtræti. Þetta er ekki litlar gamlar blokki, þetta eru líka stórglæsilegar sjávarútsýnislóðir sem að flokkast undir fjölbýli. Þannig að það er meiri merking í fjölbýlishúsum heldur en bara eitthvað eitt form.
En þetta ágætis umræða og við höldum henni áfram en ég myndi vilja fá leyfi fundarins til að vísa húsnæðisáætlun 2026 í síðari umræðu hér í bæjarstjórn þann 3. febrúar næstkomandi. Og hér það samþykkt, kæru þakki fyrir það. Kæru bæjarfulltrúar, þá hefur hér formleg dagskrá bæjarstjórnar verið tæmd. Við munum undirrita fundargerð bæjarstjórnar rafrænt og lýsi ég því fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar númer 711 hér formlega slitið.